Dogsón heilsar á laugadegi, þetta allt saman að presta á leikur Liverpool og Bournemouth þeirra aðalleikurinn í dag, en svo eru haugur af leikjum. Ég með frábæra menn í setti, enn betri menn í sófanum, þetta lítur allt saman vel út, vinsanlega kynnið ykkur frá vinstri til hægri og segið mér eitt svona hlutum ykkur. Byrjaðu. Andri og ég bý í Kópavogi. Bolli Már, þróttari, mikill, Liverpool-maður og bara, lífskúsnær. Já, Hákon og ég þróttari mikill og laugdælingur og ég verði bara að segja bara saman bolli, sko, því að við verðum svona svolítið saman hérna. En þú svona smáver að reyna að branda sem valsara, en það var náttúrulega bara út af Joey Christ var að tóið. Ég þarf að afsanna þá kenningu, sko. Endur betur rosalega margir þróttarar í listalífinu og hver ástæðan? Er þetta eitthvað, hvað heitir skólinn þarna? Laugalækjarskóli? Laugalækjarskóli og Langholtsskóli þarna líka náttúrulega og þetta góð spurning, það eitthvað í vatninu þarna í Laugardalnum. Við erum alltaf með eitthvað haugs til að vera með. Eitthvað svona dramaskóli, eða þú veist, að vera að kenna drama? Nei, alls ekki, sko. En þú ert með, þetta er bara svona millistjætt, það hafa allir frekar fínt og það getur að lyftir að fara í listina, skilur. Og þú ert með eitthvað haugs, þú ert með Bríett, þú ert með okkur tvo. Jón Ólafsson. Jón Ólafs náttúrulega. Og með Björnlin. Og með Dóra Gylfa. Sko Björnlin alveg harðast í þróttari sem ég kynst. Hann hefur alveg reiður þegar það gengur illa og ég man eftir á spjallborðinu og alveg bara ósáttu kallaði einhvern þrótt fulla frændan sem einhvern veginn allir meðvirkið með Þegar þú sagðir hérna að vera reiður þrótt og gengur illa sá ég svona að brostir aðeins út að þeir finnst ekki taka því að vera reiður yfir því Nei, hann heitur og sko Björn harður en Jón Ólafs eða Nonni Nýri eins og við kalla hann er harðastur hann er veikur hann grjótar ég fengi bara message skilabóð frá honum ef ég verið að vinna á einhverjum þrótt FO í bestu kvenna bara eftir leik bara þú sérði alveg þetta var ekki víti þetta var rétt hjá dómaranum en það er rosalega fallegt að finna passion í svona gömlum mönnum sko þú veist að það sé ennþá orka sko heldur betur og tími þróttara hann kemur einn daginn þetta held ég að vera eitt fjölmennasta liðið í Reykjavík 7-0 fór leikur Nottingham Forest og Brighton eins og ég spáði Já, þú spáði því. Þú gerir það. Ég að kíkja á liðin áður en að við höldum lengra. Eitthvað svona Luis Díaz að hann sé frammi eða rótaður þessu? Sko, ég vona ekki. Hann vonlaus hann frammi. Ég vona að þeir Díaz og Gagbo að fara að róta þessu eitthvað, sko. Já, Gagbo búin að vera alveg náttúrulega frábær í þessar stöðu, sko. Algjörlega, ég meina og svo sjáum við hérna Bournemouth-liðið sem búið að vera sjóðandi heitt undanförnu engin í raun heitar en Kluivert litli Nei. Og hann svona, hann á að vera einhvern veginn fallegur og svona, þú veist, engu líkur illa við hann en þetta akkúrat típan sem við bara beint í hausinu mér svona fallegur mönnur sem gengur vel Pirraði þig mjög Hér sjáum við leik Everton og Leicester Jimmy Ward í liðina hjá Leicester auðvitað konan hans náttúrulega það sem eiginlega stuðningsmenn allra liðar á bakinu á hann í 90 mínútum það allt konunars að kenna í raun og veru var þetta Rúni málið ég skil ekki svona ég svo Berglind mín sko ég átt sagt við hann að það kemur eitthvað frá þér sem einhvern veginn fellur skugga mig frá þinni hendi þá er það bara búið þú veist ef ég væri í hans stöðu hvað er þetta strax Colin Rooney pakkaði þeim saman var hún ekki stóri sigurverðin í því máli hún jarðaði þá held ég, hér liðin svo hjá Ipswich og Sound og þetta er svona ektar leikur sem að þú myndir horfa á. Þetta akkurat leikur sem ég myndi horfa á og ég mjög spenntur. Ég setti 500 € á Delap, myndi skora. Hann drullu góður leikmaður. Já, hann það. Hákon pjúristi. Já, alveg pjúristi þar á ferðinni, þessi leikur hjá og svo það Newcastle Fulham og má sjá, stráka bolla, vantar bjór. Það var geðveikt að fá eitt kaldan. Sófinn reddar því. Og sjá, Tónali Ísak. Já, þetta bara allt samkvæmt bókinni. Myndi ég handa. Hér eru seðlarnir okkar. Við erum ekki að taka eina sjens hérna. Menn að það negla seðlarna sína. Já. Menn þurfa á peninga að halda núna. Það er bara þannig. Ég í alvöru. Sko máli að þú veist það oft djóka með. Þú veist og Hjörvar geraði þáttunum sínum að djókur oft með að þú veist vera blankur eða eitthvað svona. Ég í alvöru blankur. Þannig að það væri helviti sterkt eða eitthvað sem þetta Ný koma frá Zagreb Já, það var enda frýtt
En þið sjáu minn seðil hérna. Þetta Ipswich, Newcastle, Everton. Þetta lýsir minnum persónuleika. Þetta bara einfalt. Já, ég ákvað að skjóta Humphries með þarna inn. Við erum alltaf PTC World Masters í gangi núna, sko. Já, einmitt. Það er góð skemmtun líka, en ég vildi líka setja þetta inn svona svo við gleymum ekki pílunni alveg, sko. Nei, vel gert. Það er nefnilega skemmtilegur punktur mánuðu núna frá heimsmeistaramótinu og allt það. Ég hérna með lengjudeildina inn, lengjubikarinn. Við erum með mann í höllinni þar. Stórt. Sem ætlar að fylgjast með leik Káa og Völsungs. Ég held að þetta er ekki fyrsti leikurinn lengjubikarnum í ár. Í deildabikarnum. Já, það held ég alveg öruglega. Já, þetta er, svo erum við bildir að sjálfsögðu eins og alltaf. Bettbildurinn okkar, hann lítur einhvern veginn svona út. Liverpool vinnur hotspinnubardagan, segir Ákon. Það er ég fór í mikið research til að komast að þessu. Þetta var gert á Suðurlandsbrautinni. Og svo er það 2+ Mo Salah skot á marki á bolla. Er það ekki helviti líklegt? Jú, það er líklegt. Var þetta vík hjá mér? Nei, það er alls ekki vík, það er bara flott jöður. Takk. Og þannig að við förum í þetta. Þetta er leikmennir að labba inn á. Þetta er allt saman byrjað líka í Þýskalandi. Þið sjáuð hér dásamlegan ungan mann sem heitir Alexander Baldwin. Já. Hann er orðinn leikmaður með því að borga $5 á mánuði, þá verður leikmaður og hann getur meðal annars postað Auðunu Blöndal svona emoji. Já, það er komin emoji. Það unlockar Auðun Blöndal emoji. Það er rosalegt, maður. Gaf Auðun Blöndal leyfi fyrir því? Já, hann er... En byrju, þetta er nýtt kerfi, $5. Já. Og þá ertu áskrifandi. $5 og munið að læka vídeóið fyrir mig, takk kella. Við ætlum að fara beint í þetta. Fyrsti markaskórari, negliði í fyrsta markaskóran. Já, sjáuði Alexander Baldwin, hann er byrjaður að grýta inn blöðuranum og sér hann hérna. Þetta er rosalega. Já, hérna er þetta, blöðurinn. Þarna hjá ykkur, maður. Tjóðilega þetta er flott, maður. Þú ert búin að meika að þú ert komið með svona emoji. Heldur betur. Þannig að fyrsta markaskóran, hver skora fyrsta markið í 3 leikjunum í ensku úrvalsdeildinni. Þarna Dinurdin, Gabgo, Ísak, Beto, Salah. Já, þetta er alltaf dettin. Og ég var aðeins að kíkja hvernig staðan er í Þýskalandi. Sko, það er þungt. Það er, bæinn er að vinna Kiel. Var það, nei, það er Musiala. Man tjekka á hvort að Harry Kane hafi skorað, Heidenheim og Borussia Dortmund er að gera markalaust jafntöfli Saint Pauli og Augsburg þar er 1-0 og Gladbach er að vinna Stuttgart útivelli 1-0 markalaust hjá Bochum og Freiburg. Það voru einhverju leiki búnir í hádeginu, frábæri fréttir, mínir menn í Plymouth unnu West Brom 2-1. Já, takk. Og Norwich unnu Watford, Oxford og Bristol City gerðu jafntefli. Svo var allan með við lýsingarnar, þá var Jón Daði Böðvarsson í endalaust að færum hjá Burton Albion. Já, krummafóturinn. Hann var ópinn í dag. En hann er komið 3 mörk, eða ekki? Jú, og standa sig helviti vel. Er þetta ekki Íslendingafélag? Burton? Jú, ég held að hérna Ólafur Páll Snorrason sé orðinn chairman hana. Já, býttu. Af hverju er ekki verið að fjalla mér þetta? Af hverju séu þetta ekki einhvers þar? Við höfum einhvern tíðan talað um þetta held ég. Búlis, ein pæling. Seðlinn sem naflinn kom með, Ásburg seðlinn. Er þið með hann? Já, ég fór á Ásburg og lét bolla elda mig. Ég setti $50. Já, og þú búinn að tala um að þú sett blankur. Já. En bolli, leikurinn er 90 mínútur. Þetta er það sem við Ásburg mönnum. Ég er í Ásburg treyjunni, keypt hann fullur á vellirum, ég keypt hann í large, aldrei keypt large á æfinni, komið aðeins í mig. Strákar, ég var að hafa þannig að ef var áskrifandi sem að séu margir með Sala, en ef það er áskrifandi sem að er með Sala, þá fái hann alltaf velunin. Skiljiði mig? Það er fair. Er það ekki fair? Og ekki of seint að gerast áskrifandi núna? Nei. Það er $4 og eitthvað og þá getur þú unlockað blöð emojiin góða. Það er rosalega. Super She Scrabber, þetta menna að kalla þetta. Hákon, það er fótboltaleikrit í gangi núna sem að heitir óbærilegu léttleiki. Óbærilegu léttleiki, akkurat. Af hverju finnst ekki að vera með í því? Ég náttúrulega átti að... Það er því að þú trilltur fótboltaáhuga maður. Ég átti að vera með í því, sko. Bara svona, svo ég byrjaði því að segja það, sko. En það bara svona, ég er bara samlingi í öðru leikhúsi og það bara gat ekki virka saman, sko.
Þannig að ég stakk bara upp á öðrum góðum manni, Starkaði Péturssoni sem er algjörlega fer á kostum í þessari sýningu sem svona hinn almenni íslenski lýsir. Mér finnst hann ná góðri blöndu af svona þessum helstu, sko, Gumma Benur og Hödda Magg og einhver fleirum, sko. Hann er mjög fyndinn í sýningunum og þeir eru alltaf uppfarana, þeir eru að fara með sýninguna norður. Já, vel gert. Þannig að, Arnar Gauti Sil, litla holningin á bollan. Herðu, það er svoleiðis. Ég elska, sko, málið út að ég ekki að koma vel undir jólum, en trísin alltaf góður. Já. En eitt fyrir taugarnar á þér þegar nafnið þetta er borið fram með veikum ellum. Ég náttúrulega lendi í því, sko, árið 2023, ég kom helviti illa undan á jólum og ég á skyndibitastað ónefndun og það unglingur að vinna og hann að kalla upp nafnið, segir Bolli. Það var niðurlægandi. Það er ekki gaman. Það er ekki gaman að heyra svoleiðis. Ég veirti segina brandari í einhverju þróttara kvöldi ykkur tíma. Þetta var mótt. Þú ert að fylgjast með leik Newcastle og Fulham fyrir okkur, Nafli, Liverpool-bræður, þeir eru að horfa á Bournemouth og Liverpool. Við verðum að fylgjast með í öllum deildum. Ísak Bergmann skoraði hróttalegt mark í dag þar sem hann lét rífa af 30 metrunum. Helvíti gott mark fyrir Düsseldorf. Var þetta múf hjá honum að fara þangað og vera keyplay þar? Var þetta ekki heldur stert? Jó, skemmtilegt. Hann er alltaf inn á, spilar alltaf leiki, hann er svona eins og maður vill hafa þetta. Aldrei meiddur, það er mjög sjaldan. Þetta er bara svo vinur minn sem alltaf maður þýri tá að standarda, hann var ekkert að sofa hjá. Svo ég mig, þú veist, gæðir sem fór deild neðar. Já, spilar alltaf leiki. Já, bara þýrik þjálfun. Liverpool eru mjög nálægt í þarna. Er þetta ekki bara vítið það? Nei, auðvitað, hvað kom mark? Everton 1-0? Já! Settu út af festringunni? Já. Nafli, standard. Nafli. Það er að kynna mig á fjastrikunni. Þú ert í 300. skipti í sólinu, sko. Já. Annars skipti á fjastrikunni, eitt svo allra besti stöðaflakkari sem hún finnur. Þannig að hér sjáum við þetta, þetta er bara verið leið. Hér séum við Doucouré með leggklífinni. Já. Ef legglíf skildi kalla. Já, ef legglíf skildi kalla, því að allir eru núna bara með eitthvað svona rifin kaffibolla í... Ég var og Hákon, ég man eftir því, þegar við vorum í 3. flokki Þróttar, þá vorum við með stærstu legglífanar í þeirri deild, sko. Já. Með sokkin góða, menn eftir ekki eftir sokkinu. Með kúlu. Já, með kúlu, já, bara til að verja mig. Já. Hvað finnst þér að bomban hafi kallaði Tjöbbi Haflega og segist geta stútaður í fótboltanördunum án áhrifa áfengis? Já, ég veit ekki hvað mér finnst það. Má ég spyrja einu varandi þessa bombu? Þetta er ótrúlega típa. Já, ég þekki hann bara ekki neitt. Nei. Nú heldur þetta áfram og Liverpool voru þarna nokkuð líklegir hérna rétt áðan. Hann reyndi bakvarspilningu. Herru, ég er að fá símtal. Já. Það tekur hann símtal að sjálfsögðu á Settunur. Já. Herru, ég er með frænda minn sem langar að koma í spurning í sal. Já. Hvort eru þið meiri Bonnie Blumen eða Lily Phillips? Lily Phillips. Já. Hún er betri leikuna. Já, maður hefur nú eitthvað þetta eru bresku áhrifavaldarnir. Þetta eru þær sem eru að slá metin þessa dagana. Þetta er svona nýrígur í þessum heimi. Já, þetta er sérstakur heimur. Þetta er sérstakur heimur. Já. Og fer sístækkandi. Og fer sístækkandi og maður einhvern veginn þegar maður einhvern veginn ranga við sér í röðunni eða Sástu mömmuna sem kom að sækja strákin? Bara hérna gamli, þú það kom einn, já. Var það ekki, af því maður er svo vanur alltaf að vera á gabba mann eitthvað? Já, ég er svo einfaldur, það kannski var þetta gabb. Þetta er gott gabb, sko. Sjáum þær hérna, eru þær? Já, þær voru vinkonur, það er nefnilega stóri, þær voru vinkonur, en þær eru, sko, Lily Phillips fekk hugmyndina, en Bonnie Blue sveik hana með því að taka 1000. Þannig hún einhvern veginn þannig að Engimund Doucouré næsta mark, er það ekki? Númer 2. Girassi búin að koma Dortmund í 1-0. Girassi búin að koma, já, hér sjáum við þessar stelpur. Svona litu breskar konur ekki út. Þetta er náttúrulega, og engin þjóð í heiminum hefur breyst jafn hratt í útliti. Þú hefur talað um þetta margótt. Og þetta er með ólíkinu, hvað breytar hafa breyst í útliti. Þú veist, það eru gimm út um allt. Og þeir eru, þú veist, það voru allir einhvern veginn þykkir og mikka harðar holning á mönnum, hvíta tennur og hárlaus líka. Þessar hvíta tennur eru bara orðið trademark breyta og tann og
Þeir eru að líta alveg býsna vel út breddarnir og eru farnir að framlega svona. Hvaðan þessar stelpur? Þær eru enskar eða ekki? Jú, þær eru enskar. Þær, sem stórt því að sko Amerika hefur náttúrulega átt þennan bransa svolítið. Hæru þær á norðan? Ég myndi halda það. Já. Þetta svona northern mentality og harka sem þú finnur kannski ekki í suðrinu sko. Já, þetta ákveðið mentality. Það ég alveg saman því muni að likea vídeo, like. Það skiptir mjög máli af því að þá fer þetta ofar. Já, við sjáum að mörkin eru byrjuð að detta inn í efstu deild og Kúre með eina markiða sem af Sko, hvaða gæjar í þessum leikarastjætt hafa fárannan áhuga á fótbolta fyrir utan Bjöllin? Já, þú ert náttúrulega búin að fá eitt innan Óla Ásgeirs. Það hann og svo náttúrulega Dóri Gylfa. Mjög harður. Við getum talað svolítið boltan. Hann horfir ekkert á ensku deildina. Sko. Nei, hann er bara Þróttur. Hann har aldrei farið til útlanda á fótboltaleik. Hann er búin að ákveða það. Ef að Þróttur verið í Evrópkeppni, það verður fyrsti, hann er búin að ákveða það verður fyrsti leikurinn þegar hann mun þurfa að bíða vel og lengi. Já. Og það ekki það langt í það. Óli Kristjáns með kvennaliðið, það stutti Evrópu þar og þá myndum við leigja vel. Því að það gengur vel í Laugardalnum. Þannig að fólk fara á að efna á slíku. Sko. Hver eru aðri sem hafa áhuga á þessu? Það sko, Mili Neto, hann er nú mikill Brentford maður sko. Rúnar Freyr er mikill fótboltaáhugamaður. Já, Rúnar Freyr. Já, akkurat. Með hverjum heldur hann? Hann er Liverpool maður held ég. Ok, ég var að vona að hann væri United. Starki líka, við vorum að tala með hann er mikill Liverpool maður, grjótfærður. Já, hann er Liverpool maður sko. Já, þannig að það er, þú veist, þannig að í leikúsinu það er ekki eitthvað hort á þessu geimveri og byrjar að tala um fótbolta eða? Nei, þú finnur alltaf einhvern sko. Þú finnur alltaf einhvern. Erðu Halli Mello maður? Halli Mello náttúrulega. Varstu bara að segja að hann var meistari? Þú varst að tala svo vel um hann við miðum. Halli Mello náttúrulega bara skamaður og hann fílar í að. Hann fílar í að. Ég veit ekki hversu mikið hann fylgist með ensku svo sem sko. Hann er ólinn í þessu já, það er menna Mark, hvað er Mark? Everton 2. Já! Vá. Everton 2-0, þá er sá minn hraðasti maður á festuríkunni mættur. Menn hefði þetta hlæja meira þeim siðli? Beto er að fagna. Já. Varst þú með Everton? Siggi Helgusson, mér sýndist að hann vera aðeins og seitt. Hann var aðeins og seitt. Everton, the spirit of the blues. Siggi Helga, það er maður sem verður til hýta. Já, þetta er með Mark. Strákar, eru ekki ánægðir með þetta Mark? Þetta er vel gert hjá hann. Gott slútt þetta. Þetta er bara ógeðslega vel gert. Það er 1-0 fyrir Káa í Lengjubikarnum. Já. Það er strax. Okkar mannum í völlurunum. Það er flott fyrir seðilinn. Já, mjög gott fyrir seðilinn góða. Já. Nú, settu nú á Liverpool-leikinn, elsku nafn. Herðu, sko, ég man í öðru flokki og kefti ég Völsung, sko, fyrir norðan. Það var sameiginlegu sturtuklifi. Já. Ég er þetta var oft gert. Já, þetta er kærleikur, sko. Já, sko, ég upplifði þetta ekki þannig. Ég upplifði þetta mjög aggressíft á þeim tíma, sko. Ég var ekki mikið fyrir að bera mig. Þannig að þetta þótti mér rosalega óþægilegt. En þú kannski ekkert fundið þinn innri prest, útlulega prestsonur, kannski ekki sé kærleikan í þessu að menn verða þetta saman í sturtu að þakka hvort maður fyrir leikin? Nei, ég fór bara með bílabenn og Hvaða prestur er pabbi? Hvað sérðu? Hvaða prestur er það? BK, Bjarni Karlsson. Já. Varstu vandræðaólingur? Er ekki alltaf svona prestsynir? Eru þeir ekki alltaf svo ruglaðir? Jú, ég var það. Ég var bara með Dan Óla í einhverju skemmtilegu. Það er hægum fyrir skeifunni. Ég sagði frá því áðan, að Plymouth, mínir menn, þeir unnu í dag. Wrexham eru komin yfir. Það er nú svona leikara Hollywood-verkefni. Já, heldur betur. Horfðu það þættina? Aðeins. Já, ég líka aðeins svona byrjaði að þeim. En átti Jóndaði ekki að fara þangað? Var það ekki í umræðinu? Hann fór þangað. Hann var þar? Já. Hann var heldur stutt. Var þar til áramóta. Já, mér myndi það mitt. Já. Er þetta end-to-end stuff, þannig að Bournemouth Liverpool? Það er leikur sem að þið haft gaman að í morgun. Það var Watford Norwich. Já. Þessi alvöru leikur. Watford Norwich. Þetta klæjar ykkur ekki bara að heyra þetta. Jú, þetta er svona. Þetta er bara eins og þeir eru labba fram hjá vinnusvæði og ég sé að menna móka og bara ég verða að fá að taka í skófluna. Ég var með spurningu fyrir ykkur. Vinnarinn sem var með Beto, Siggi Helgusson. Var ekki alveg á grensunni. Geggjaður Siggi Helgu. Þetta er vel gert. Siggi Helgi, þú var að supersubscribe og þá ertu, bytum, aftur, nei. Já, það er 1-0.
Já, Rúnar Freyr í United maður. Standard. Er það ekki? United maður. Já, þeir segja það hérna. Þú séð það nú bara á augunum á hann United maður. Hann vandaður United maður. Já. Ó, ég held af því að þeir eru ég byrði hann innilega afsökunar af því að þeir eru svo miklir Liverpool-menn vinnars. Já, Þið eigi náttúrulega Gísla Martin. Já, við eigum Gísla, já, við eigum hann, við berum ábúr honum. Já, við berum ábúr honum. Ég sé hérna Pétur Axel Pétursson skrifa verður bolla á sneplanum í Stone Island jakkanum sínum og Þórabrúti Þróttar í kvöld. Sko, fyrsta lagi, þá ég að rótira svona 3 Stone Island flíkum. Hætt þú að hafa okkur því, Pétur. Og nei, þið fáið ekki trausti í kvöld. Ég að fara að hitta hákáðingin Geðuga og besta leikmann í sögu háká, Arnþór Atlason. Eftir það er steik og rautt. Og ég ætla að taka þér rólega. Já, vel gert. Daniel James búinn að jafna. Nei, leggja upp segi ég. Hann sjóðandi heitur. Já, minn maður. Nú Rúnar komin í enn meira álit hjá mér. Já. Heldur betur. Herri, ég með spurningu á þetta, Gustafar. Hérna, hér sjáum við 3 sjóðandi heita leikmenn þessa myndir. Þetta Guirassy hérna í Dortmund og þetta Rafinha, þetta Ousmane Dembele sem skoraði 3 daginn og Petr Cech. Þeir hafa allir spilað fyrir sama liðið. Hvaða? Sér allir spila fyrir sama liðið. Þetta óþægilegt. Ertu með eitthvað hint? Þetta Frakkland. Já, þetta Frakkland, já. Herðu, þetta... Massi. Já, ég ætla að segja. Nei. Tekur tilbaka, ég ætla ekki að segja. Ég sé að chati þeir vilja ekki leyfa ykkur að spila Já, það var samt, það var að dætti. Ég veit ekki það. Já, Mohamed Salah geysist upp hægri vængin en hann bara étin og Bournemouth byggir upp sókn. Þetta voru rólegt svona, kannski frekar rólegt svona fyrstu 11-12 mínútur menn að þreifa fyrir sér. Ég, sko, málið þið eru með hliðan á chatið. Já. Þannig, bollið með leiki fyrir SR. Þú veist, ég næ ekki að fókus á leikin. Nei. Og já, en það var samt reyndar ekki KSI-leikur. Nú, nafni get ég fengið spá fyrir stórleikin í körfuna á morgun. Hvaða stórleikur það? Já, það þá Stjarnan Tindastóll eða Haukar Þór? Potti Tindastóll. Já, ég ætla Stjarnan Tindastóll. Hann í Garðabænum með það ekki, Búlis. Það risalegur. Það spurning hvort að nýji Grikkin og stólunum verði með. Þetta auðvitað þessi leikur spilar sunnudag út af Benny Gumm með kvennalandslið. Þannig þá bara fært leikinn. Þannig allt í einu Stjarnan að mæta stólunum bara og spila á 50 sunnudegi. En allir spila bara viku fresti út af Benny með kvennalið. En þegar maður körfubolta þarf maður að hvíla í viku. Er það ekki Nei, síðan að spila úrslitakeppnin bara 2 daga fresti. Það er alls ekki hvíla í viku. En spá fyrir hennar leik, ég held að Stjarnan taki hann. Af hverju? Af hverju? Því þeir eru bara besta liði í þessari deild núna. Þú veist, 2 bestu liðin að mætast þetta alveg klálega. Og Stjarnan leit mjög vel út á móti Grindavík á 5. Þetta í Garðabænum, ekki á króknum. Hreinsun hann hvað að gerast. Ég held að Stjarnan Barasta. Þú veist, þetta svo... Þetta var óþægilegt. Bara þú veist, hann var dottir í United framistöðunum. Jésús, alveg. Marcus Rashford til Aston Villa, þetta frá gengið? Leo, þetta frá gengið? Þetta er 95%. Já. Vá. Það fjör á glugganum hjá þeim. Þetta sá ég ekki fyrir. Nei, þú veist ekki með þetta bingospjaldinu. Nei. Hvað segirðu? Guy Smith mættur í vestra. Það Mats. Við höldum nú svolítið með þeim í deildinni. Já, það þið eru vinir Litlamansins. Já. Nei, ég reyndar, sko, ég ættaður það núna, sko. Tengdafólkið mitt frá Bolungarvík. Býr þar, þannig ég vestamæður í aðra röndina. Þeir eru alltaf að sækja alvöru reynslu úr botbártunni. Það eru ekki engin núna bara eftir 2020 tekið þátt í fleiri bara botbártu en hann með Leikni, með IPVF, með KR og þú veist, þetta bara þessi gæði, þú vilt vera í botbártunni og sækir þennan meistara. Guy Smith, hann fekk helviti mikið skít þannig að munið hann lappa út af vellinum KR-vellinum. Já, það var slæma þessi ég stóð með mínu manni þar. Já, mér kom on. Hann ítti krakka svona aðeins að hliðar. Hann var nýbúinn að gera alveg massíf mistök og þá svona verður að fá bara smá moment bara aðeins til að þú veist, það ekki verra. Átt þú svona moment? Já, ég bara nenni ekki að tala það. Nei. Daniel James búinn að leggja upp annað mark og Solomon með markið. Það gengur vel hjá Leeds þessa myndir. Verður gaman að fá þá aftur upp.
Nú, ég veit að svona pjúristar eins og þið viljið svo væntanlega fá Sheffield United og hvað Norwich með? Nei, ekki Sheffield. Ég var til að sleppa Við fá Leeds og En sko, máli ég mjög hrifun á Norwich. Hvað séð Hákon? Þú varst með Leeds og... Leeds og, ég meina, ég vil bara alltaf fá svona eitthvað sem ég hef ekki séð áður. Mér finnst það alltaf spennandi. eins og Millwall, frá því ég byrjaði að fylgjast með þá, maður aldrei séð þá, sko. Nei, einmitt. En hvar eru þeir núna? Þeir eru vantilega bara... Þeir eru í B-deild, ég held að séu eitthvað svona bara miðjadeild. Já. Þeir eru ekki að koma. Blackburn, þeir hafa nú verið svona upp og niður kannski svolítið. Já, Blackburn unnu í gær Preston, þar var alveg haugur á skagamönnum á vellinum. Já. Og fylgjast með sínum manni. Mönnum, þeir eiga náttúrulega Arnór Sig sem er náttúrulega mikið meiddur. Já. Og svo eiga Stefán Teitur laðið upp mark á Preston. Já, hann er þar líka náttúrulega. Hann er á Preston. Preston er stærsti klúbburinn í Englandi sem er ekki farið í efstil. Já, einmitt. Það er að segja Premier League. En Blackburn er svona lið, ég var alveg til að sjá þá aftur upp. Herri, hérna er að sjá þann. Já, þetta er mættur. Nei, þetta er okkar maður. Þetta er ekki eitthvað grín? Jú, þetta er grín. Leo Reynis með smá sneið. Hann er búinn að blanda einhverju... Var þetta Akbanahor og... Já, einmitt. Markus Rashford og Akbanahor. Gott. En hvað er sem ég vil að tala? Lögumyndarugg. Og það strax! Þetta er bleiki fíllinn í atvinnulífinu. Hefur ekki að lesa þetta? Já. Tryggingagjaldið er þriðji stærsti tekjustofn ríkisins, skilar áætluðum 150 milljarðar króna árið 2025. Hvernig verður maður svona gamall og nú leitni, sko? Simmi Vil, ef ég væri Þetta er kóngurinn. Ef ég væri að spila fyrir hitlið, þá er Simmi Vil svona, sko, þú veist, hann sér því, hann gefur að borða Já, þetta betur. Mark, hvað var að gerast? Já, Leitskónum 12 vorum að ræða það gætu við fengið nærmynd af Frekjusgarðinu að bolla ef Sala skórar. Það er ekkert mál. Var þið strítt á Frekjusgarðinu? Nei, ég var meira í að sjá það, að stríða. Já. Þó væri, Peltík samt kom að vera öflugur af því þú drauðarður, frekar lágvaxinn og með Já, málið var, Hjörvar, að ég var 1,75 10 ára og bara með punkár og bringu, ég var stórigurinn alveg þá til byrjaði mennskóla, en þá tók líka við sorgatímabil. Mér hefur alltaf þótt rauðhæru menn, svo þetta er merkilegir, því að þú veist, þeir eru eiginlega allir fljótir. Ekki oft sem að þetta er yfirleitt fljótustu vinni mínir eru rauðhærir. Og ég er ennþá, þó ég sem er holiday weight, þá er ég samt ennþá ógeðslega snöggur. Þú veist, ég fer ekki langt, en fyrstu metrin er alltaf ógeðslega snöggir. Það er eitthvað bilað á kraftur. Já, þetta er það. Og svo er það náttúrulega náttúran. Hvað séu það? Svo er það? Náttúran. Bara rauðhærir menn eru graðar en aðrir menn. Þetta er ekki mið. Og þetta er bara stærsta challenge í mínu lífi, er bara að labbi átt á ljósir en ekki myrkunum bara vegna náttúru, sko. Það er bara þannig. Já, þetta er geðveikt og gaman. Herðu, mun Antoni skora í fyrsta leik fyrir Real Betis, rétt eins og hann gerði fyrir Manchester United og móti Arsenal á sínum tíma. Já, þetta er frábær pæling. Er hann að byrja á? Er ekki Betis að spila í dag, eða? Bayern komnir í 2-0. Maður sjá, hvaða leikur er á Spáni í dag? Það er alltaf eitt leikur sem byrja kortir yfir 3. Betis spila á morgun, já. Er Ásburg, það er status quo þar? Nú leitt. Já, það er hálfleikur, en við þekkjum það að okkar menn í Ásburg, þeir eru alltaf betri í seinni hálfleik. Já, það er bara þannig. Það er heldur fyrir þannig. Hvernig haldið að, hvað gerir Háká fyrst ég er með ykkur hérna? Háká? Já, hver verður upp á topp? Ég veit að Arthur Ari spilaði upp á topp í gær, sko. Já, mótið Þróttu Vogum. Skoraði með skalla. Hann skorar alltaf. Já, það er Arthur Ari, er hann ekki orðið markaðistur leikmaður Háká í efstild? Það getur ekki verið. Nei, allir var það alltaf, þetta var alltaf allir Ásgeir og Arthur sem voru. Hann er alltaf orðið leikjast, hann tók fram úr Arnari þegar hann meiddist, orðið leikjast í Hákáingur í efstild. Mér langar að henda okkur annari spurningustrókar. Ég ætla að senda okkur nokkra myndirstrókar hérna á eftir. Eins ótrúlegt og það hljómar í ykkar eyrum núna, þá spilaði lið frá Norðurlöndunum í úrslitaleik meistaradeildarinnar 1979. Dettur ykkur í hug hvaða lið á Norðurlöndunum, þetta er alltaf glórulaust að þetta hafi gest, spilaði til úrslita í meistaradeildinni. Hvað það 1979? Sorry, ég er svo mikið allingsbest, ég sá það að vera að tala um á spjallinu til að koma þetta aftur. Hvaða lið á Norðurlöndunum hefur spilað í úrslitaleik meistaradeildarinnar? Ég myndi bara skjóta á Brøndby. Já, ég er örgulega... Ég er frábært tips, en það er ekki Brøndby. Róseborg, Malmö. Malmö er hárrétt. Það er vel gert. Segir þessi djöflar, þeir eru segir. Og það má ekki taka það af þeim. Já, hvað er að gerast í þessum Liverpool-leik, Hákon?
Herðu, það bara ekki mikið að gerast akkurat núna. Cody Gagba átti frábært skot sem að litli maðurinn fuglakvíslarinn Kepa varði glæsilega. Já. Það var svona síðasta merkilega sem maður sá. En þetta stál í stál, virðist vera. Það ekkert við hennar klúb Bournemouth sem skemmtilegt. Þetta er svona lítið klúbur og þetta er ekki svo Craven Cottage, eitthvað svona stemning eða þú veist. Þetta er lítið krútlegu völlur. Já, þetta er leiðilegu klúbur. Ég held að Hollywood-leikarinn Michael B. Jordan eigi eitthvað hluti í þessum akkurat. klúbi. Já, einmitt. Sem segir margt í sókn núna, Bournemouth, hann gerir þetta ótrúlega vel hérna sem Menjó. Jesús Jesús, kraftin á hann í skottið maður. Stöngin. Vá. Hún titrar Þeir eru ennþá í ótrúlegir stöngin. Bournemouth-menn, þeir eru alveg magnaðir. Þetta er algjör bomba í hún. Já. Og ótrúlegur menn að tala að Hjálmar sé búin að rebranda sig sem púlara. Nei, þetta er næstum því Hjálmar. En þetta er bolli. Herru, ég ætla að sýna ykkur hérna mynd. Og lefum fólkinu heima líka að sjá þessa mynd. Já. Hvað í heiminum allir þessi? Þetta er Grænlandi. Færar. Þetta er Grænland. Það er alveg hárrétt hjá Bolla. Já. Þetta er Grænland. Þetta er völlurinn í Núk. Já, þegar ég sé það strax, þetta er Núk. Og þú veist Ég hef verið þarna. Já, ok. Þeir fara þarna? Já. Við fórum hérna, ég var með pubquizana, við hefum K100. Já. Nei, ég er að ljúga. Sorry, ég er bara út að koma aðeins ölsen. Já, sorry. Þetta var of mikið. Ég meina það er ekki fárlegt að komin til Grænlands. Ég meina, ég er miklu heillar á Grænlandi en Færeyjum. Ég ferðast ekki mikið hér. Þannig að þú veist, það var ótrúlega. Já, þú veist hvernig fjárhagstaðan er. Já, þetta er Grænland. Hákon, ertu búin að koma til Grænlands? Nei, langar mikið að koma. Þú veist, ég myndi segja við, eru Grænland eða Færeyjar? Hvort þú myndir fara? Sko, ég held ég tæki Færeyjar, en það er að því að ég var fóstur í Færeyjum, þannig að ég svona, ég var fóstur í Færeyjum, ég var fóstur þar og var bara í maganum á mömmu minni. Já, ég var í fóstri. Sko, þegar ég horfa á þig, þú ert mjög færiskur að sjá. Já, einmitt, já. Þú ert ógeðslega færiskur í útliti. Hvað einkennir færiskur? Það er svona að þú lúkkar pínu þreyttur. Já, hann er með þess að færisku einmitt í framan. Þreyttur sem Danir. Sko, þetta var eins og Kristján Guðmundsson, ég spurði hann ekkert hvernig eru Færeyingar? Og sann, já, hefur þú séð 13 dana? Já, það er Færeyingur. Einmitt, ég er svona Færeyingur á veturna og svo vakna ég sko á sumrin hérna á Íslandi. 2-0. 1-1. Takk hérlega. Thank you. En sko það er rosa munur á Hákonni sko að sumri til. Þannig að þú veist, varst í maganum á mömmunni í Færeyjum. Já. En hefur sér ekki komið á okkur samt. Það er mark hvar? Nei! Sáðandan maður. Séðli minn maður. Sáðandan er komin í 1-0. Arribo. Ég var herbyggið ekki að skoða þetta eitthvað. Var herbyggið. Þeir hljóta að bjarga mér. Herru, byrju, þú voru að spóla aðeins tilbaka. Því að markið er lungu búið. Við veistum að vera hægir hérna, strákum mínir. Nei, það skiptir ekki öllum máli. Nei. Verðum að vera hraðari. Hvað myndi Hjörð þurfa í vikulaun til að byrja eftir í marki? Sko, ég myndi gera, en þið verða 8-1 og það er núna Father Time búin að taka yfir. Það er engin... Nei, það skiptir einhver máli þótt að fengið miljard. Ég myndi bara gefa sig. Já, ég meina á, svo, þú veist, er ég bara hægur og allt þetta. Þannig að, en takk hérlega fyrir að hugsa til mín, Birkir, samt. Það er gaman að lesa þetta. Nú, hvað eftirherma áttu, Bolli? Hvað áttu svona sem go-to eftirhermaðin? Sko, meira tæki heldur en manneskja. Já, hvaða tæki er það? Ég læri þetta bara þér. Ó, hvað er það? Já. Þú veist, það er svona helsta. Já. Já, enga eftirherma. Nei. Ekki neina. Sko, sko málið er, þú Sóli Hólm í félagið minn. Já. Og þegar ég var að byrja í bransanum, ég hafði lent í svona, bara sem ég var í grunnskóla, er ég að labba bara í Laugardalnum og þú veist, ég er svona uppi í einhvern húsvegg, kemur Sóli Hólm alltaf og bara blessaði snillingur og meistari og negli mig svo uppi vegginn og sagði, ég á eftirhermur. Og svo, þú veist, eftir það þá bara þá eftir ekki að herma. Nei. Blessaði meistari. Snillingur meistari. Snillingur og meistari. Snillingur og meistari. Já, hann var eins og Benny Olsari bara. Salaskot. Verðum við ekki að reyna að fara inn á Epic og reyna að ná okkur einhvern smá pening? Jú. Fyrir bolla. Og fá eitt bjór út af því að ég var með þetta. Já. Má ég sjá.
Hvaða leikum við bara? Höfum við trú einhverja endur komið Ipswich eða? Já, við verðum að trú út af því að seðli minn undir. Ég var að fara á endur komið á, ég er samt ekkert eitthvað kjærlega samfæri sko. En jafntefli. En hvað er Ipswich í deildinni? Þeir eru bara 18 eða 19. Já, það er bara Síkó. En exið. Ekki X, ég tipp aldrei á X. Nei, maður þú gerir ert það ekki svona eiginlega aldrei, leiðilegur. En ég held að Southampton muni skora annað mark í þessum leik. Já, en hvað eigum við að negla? Hvað eru peningarnir? Hvað liggja peningarnir á okkur núna? Sko, það er doldið erfitt að segja með Bournemouth Liverpool, en ef við viljum gera eitthvað svona value bet, sko, þá gæti sá leikur sprungi algjörlega upp í loft, sko. Nei, verðum ekki að láta hann vera. Þú veist, þetta er bara eitthvað svona... Þetta er stál í stál. Þetta er leiðilegt. Ertu honum smeykurbolli við hennar leik? Já, ég er búin að vera lengi smeykur. Já. Já. Hvað er svona... Hvernig er svona Þeir vikan... eru ekki búin að tapa síðan 24. nóvember eða eitthvað. Þú veist, það er bara... Í stýringu stuði. Þegar þú tapar aldrei, skilur, þetta er bara eins og 2024 á þér. Þú varst að vinna allt árið, skilur. Ég geti trúa, sko, Fulham gætu verið að spila góðan leik á móti Newcastle. Þeir gætu verið að spila flotta varnarleik Það er ekki verið að vinna away. Erum við ekki frekar á því að Ipswich vinni tilbaka? En hvað er stuðutin á því? Jú, frekar. Getum við að fara á 1x á Ipswich, strókar? 1x Ipswich, já. Hvað fáum við að hafa? 2,5? 1,75? Það er helviti lítið. En jafntefli ógildi veðmál bara. En ef að gera seðil eða að gera eitt bett eða að henda öðru pikki með eða hvernig vil ég hafa þetta? Sko, gerum við bara eitt pikk hérna, tökum við jafntefli ógildir og förum bara á Ipswich. Já. Brósar, getum við gert það? Það var hann fyrir ofan, strókar. Dronobet. var hann fyrir ofan. já. Hérna, Ipswich. Yes, Ipswich. Já, það er 2.50. Það er betri stuð. Ásættanlegt. Value. Nú er ekki komin tíminn til að taka Sigurðsson treyjuna niður fyrir aftan einhver, sko, Arnór segir, hann verður að fara að spila. Hún hangir á bláþræði þessi treyja. Já, einmitt. En ég er mikill aðdáandi. Já. Það er góður strákur. Já, hann lítur glæsileg út. Glæsileg góður strákur. En er hann bara út í kvöldanum hjá Blackburn? Alltaf meiddur. Já. Það er alveg bara algjörlega drefnast. Hann á heim og helvíti skemmtilegum staðkall. Já. Það við komum til miðbæ Manchester. Býtu, af hverju fellur hann? Af hverju fellur hann svona auðvitað? Víti. Er það ekki? Er það staðfest? Liverpool að fá vítaspinnu. Já, það er staðfest. Cody fucking Gakpo. Þvílíkur leikmaður. Jæja. Sjáum... Eitt besti leikmaður Liverpool. Sjáum hér. Þetta tímabil. Má sjá. Ha? Nei, stákar. Þið sjáu, það er augljós snerting. Sjáu hérna. Er þetta verið út að teig? Nei, þannig. Martar. Nei, hann dettur sjálf sig. Hann dettur sjálf sig. Er það ekki? Má sjá. Það er eitthvað einhver snertingar. Það er rétt að segja þetta. Nei, þeir taka þetta tilbaka. Djú, þetta lítill völlur maður. Það er áhugavert hann að líka bara flauta strax víti. Já. Getur verið rangur. Já, þetta sé ekki rangur. Hvað segir Sófinn? Nei. Hvað segir var græðina Skjörfars? Sé að Mikael Haraldsson segir þetta sé aldrei víti og Varherbergi að skoða með rángstöðu. Hörðu, Newcastle í döðafæri. Djú, var ég til í eitthvað svona ósengjant núna. Ég tek öllu. Já, þú deitna þeim. Já. Já, var að skoða þetta. Ég er prinsiplaus. Engin rángstað. Það er gott. Þetta er glæfralegt samt, hvernig hann fer í bakið á hann. Eða þú veist, hann er að bjóða upp á þetta. Ekki að bjóða upp á nokkuð skapaðan hlut. Herðu, hann stendur við þetta. En býtu, Þetta hefur bara verið bakgrinding, það er bara eina skýringin. Þetta er svo mikið. Ég held að sé bara... þetta er meistarahenni. Já, þetta er meistarefning og þetta er algjörlega, ég sé bara, ég get ekki myndað með hvernig Arsenal-mönnum líður sem er að horfa á þetta, þeir vilja meina að dómararnir séu á móti sér, þeim líður oflega enn verra okkur núna þegar þeir sjá þetta, Mohamed Salah, ætli ekki sko 2 á markið? Geti varið víti. Nei, ég var að mynda að hugsa þetta, það er ekkert í hans svari sem segir mér að hann sé bara að taka þetta víti. Nei, ég held að sé algjört líkilatri að hitta markið núna. Já. Hann hefur gert, sjá, þennan nummer 2, veistu, það var rosalegt víti. Gárungarnir tala Liverpool. Já. En þeir hafa eitthvað til síns máls það. Hafa Gárungarnir eitthvað til síns máls? Ég segi það nú ekki, nei. Við erum kannski ekki lið sem hefur verið að fá okkur að hjálpa mikla, sko. Maður kannski segir bara tilbaka eins og Heiðar Vistmann vinnum við segir, Arsenal.
Já. Það var rosalegt. K.O. Það var eitthvað rosalegt. Hann tók heilt samfélag og pakkaði saman þar. Æja, Sala, Hvað gerir þetta er Kepa? moment til að skora mark. Er hann að fara að bíða eftir honum? Sala sem gengur væntanlega til liðs við Al Hilal í sumar. Herra, hann þarf að taka þetta með hægri. Nei, vinstri. Já! 1-0 Liverpool, Mo Salah búinn að skora og betti þitt dottið með 2 skot. Það gengur vel. Það gengur vel hjá mínum manni og ég er líka bara í sömu treyju eitthvað neginn og þú veist það er búið að kaupa Já, naut einmitt. fyrir kvöldið og Nákvæmlega. þetta er alltaf þetta. Join this channel 499 loyalty badges og En það er- custom emoji. En bara til að fokka aðeins í hérna spjallinu, Já. það er lýgilegt að það verið dæmt vitið á þetta. En ég... Hvað segir, ertu búin að hérna, hvað segir K100 grúpan? Heiður Östmann, hvað segir Heiðar? Það er ekki að hríkja bara í hana. Jú, hringjum í hann. Heyri í honum bara. Heyri. Hvað segir, En viltu ekki fá hann inn á græna og frekar eða? Jú, hvernig gerum við það? En þá vorum við misskól frá mér og þú veist ef hann svarar ekki og hringir hann í mig setni í kvöldu. Og við vitum hvernig hann er á lögðarskvöldu. Ég nenni ekki. Blessaður meistari. Já, ég er að fara að spila þetta í útlýð. Herri, ég spurði Hjörvar áðan, nú er ég alveg að tala við sófar sko. Ég spurði Hjörvar áðan, akkur þú ert ekki með nafnið þetta niður á bjöllinni? Hann sagði, að til þess að sé ekki allir meistar á landsins að banka upp á sko. Það stendur bara flokku fólksins. Til hvers þetta var rusl, spyr Friðrik Reynisson. Menn eru harðir. Ipswich jafna. Ipswich að jafna. Endilega setja ég líka upp eitthvað gott setup á Delapa sjálfsög. Með maður, jú, heldur betur. Heldur betur vel gert, Hakon með þetta jafntefli ógildi veðmál 2,50. Já. Það er alltaf detta maður. Það er alltaf Það er alltaf gangu upp. Er þessi völlur á Ipswich, þetta er skemmtilegu völlur? Jó, þetta er svona. Hefurðu komið hana? Nei, þetta er einn af þessu völlum. Ég hef alltaf komið til Austur Anglíu. Nei. Þetta er svona landfræðilega svolítið einangraður staður. Sko. Já, einmitt. En þú veist, það er rosalega andi, sjáu hvað þetta er brött stúka hana bakvið. Já, þetta er skemmtilegt. Þetta er svona, þetta er pjúristaföllur. Ég var til að vita að það er einhver á spjallunum sem geti googlað hvað þessi völlur tekur í sæti. Það var gaman að Þetta er vita. svona klassískur 32.800. Ég sé 25 kippmyndir. Það er eitthvað, já, það er eitthvað þar. Sjáðu Delapin, hægri fótur, hægri hotn. Já, bara einfalt. Steinþór Róar. Menn er að náttúrulega bara stela rannum. Hver er fallu lengju? Þróttur og... Ír 30 slett. Hjöppi tekur þetta. 30 slett, ég vann þetta, ennett sigur í þessu lífi. Nú, er eitthvað fleiri mörg komin í Þýskaboltan? Sjáum hvort að... Ásburg ekkert að banka. Ásburg. Er það ég að fór símtal? Sæll frændi. Já, ég kem með þessa spurningu. Herðu, frændi vill vita, hann norðan, Haraldur Bolli, heitir sá meistari. Já. Nafli, hvort ertu meiri rassaði brjóstakall? Já, þetta er þessi, ég þekki Harald Bolla, þetta er hans anda, en það er sjálfsögur brjóstakall. Já, það er bara þannig. En ég var þetta góða vini, við vorum að ræða þetta daginn á kaffistofunni, bara hvort maður væri meira og hann sagði, heyrðu, ég er bara hvorut. Já. Ég er píkukall. Það var uppáldið hans. Já, það er P-orðið. Já. Við köllum þetta hérna í Dr. Fútból P-orð. Það er rífað að butta. Sorry. Þetta buttudæmi, það er ógeðslega. Já, þessan segir við rífa. Rífa. Það er pathetic líka. Það er rífa. Mér finnst bara, út að ég Það er... var hérna, þegar ég var í... Hvaða meistara, hefur sjáð hérna þessa meistara? Já. Er þetta meittir leikmennar sem, hvað er alltaf að drekka? Hvað er í þessu? Það er eitthvað svona Já, við spurðum þetta Pálsson. Það var í Snælandsskóla, það var eitthvað svona, og svo bara hættum við þessu allu, þessu vitleysu, ákveðum bara eitthvað 2 orð og það var eitthvað, tippi, eru fólk saman á því og hvað hefur svo að kalla hitt? Þá er rétt í upphendinu og sagði rifa. Já, er aðri sammála með rifu? Og menn, Þú hefur verið með... Það var rúið, ég hef verið með stöðning, bekkjari sanna. Já. En varstu stór þá, þú veist, varstu áhrifavaldur í grunnskóla? Já. En svo aðeins Droppspá fyrir að í halla MK, undan í að MK. lærða. En Fóru til lærða. í þeim lærða, Í sko, seinni bylginu var ég heitnaði. já,
Ég hef nefnilega heyrt þá umræði, en sko, ég veit meina samt að sá lærði sé fjölbrautaskólinn við Ármúla, þar sem ég og Daniel Ólafsson, forsetaskólinn. Já. Halla Tómasdóttir. Dani, hversu stórt var það fyrir okkur þegar forsetinn nýji kom til valda og við komumst að því að hún kláraði FH eins og þú. Það var stórt. Það er sko, Hákon, ég reyndi að klára það. Þú ert úr, maður sjá, MH. Já. Hörðu, geta þetta. Djöfull ertu auðlesinn. Já, Jesús maður. Ég get ekki tvalið þetta. Harry Kane að skora fyrir Bayern. Ég var bara sigur að myndi skora. Já, fellibillurinn. Nú, Það verður að vera að seima með á spjallinu, já. Þetta fylgir mér alltaf. hver er uppáðast leikmaðurinn í Þrótti frá upphæði? Ykkar tveggja, Hákon líka. Hver er uppáðast leikmaðurinn frá upphæði? Sko, Dolly Góð spurning, sko. á kantinum. Adolf Sveinsson. Adolf Sveinsson, bara út af því að ég hafði ekki séð svona hraðað. Þú veist, þið horfðu þetta sjónspyrinu svo mætið, það var eins og því ég sá Craig Bellamy með Wales á Laugardalsvelli fyrst skipti. Augað var ekki að fatta, hann var ekki að skynja. Þannig leið mér með Dolla Sveins fyrst skipti þegar ég mætti sem ungu maður. Hann var einfaldlega það hraðan, svo gat hann ekki mikið. Ég spilaði með honum, bara flottur. Sören Hermansen, Tiger Fusa náttúrulega tímabilið sem að Þróttur var í öðru eða fyrst sæti eftir hálftímabil og fjalli síðan ótrúlegt tímabil sko. Það var rosalega gaman, þú veist, þó að hann fái aldrei fyrsta setið, það var rosalega gaman að hafa Dion Eikoff á kantinum, út af því að hann var svo góð. Hann var ógeðslega góð. Við höfum ekki séð þetta áður og það var bara, herðu, við vorum ekkert með frábært lið, við vorum með Viktor Unnar Illósson, spikfeitan, aftalega á miðunni, en svo vorum við Dion Eikoff hérna á kantinum og vorum bara að vinna og fórum upp með dild, það var rosa gaman. Svo náttúrulega leit maður upp til þjálfarans sín sko, Ingvar Sveinssonar og hann spilaði náttúrulega á þessu tíma sko. Já, í bakverðinum með síða hárið flottur. Ingvar Óla, hann verður að fá sjátt, harður. Það er leikið í ítalska boltanum líka ákveðat núna sem að Verona er að vinna Monza og Udinese að vinna Venezia og í þeim tölu orðum er bolli aðeins að skreppa frá því hendi ykkur bara klóstið að þið þurfa að fá klóstið, það er ekkit vesinn. Talandi júlakalla, Brest að spila klón 4. Já, einmitt, talandi Brjóstakalla, þá er Brest þá, já. Þeir fóru það var dregið í playoffs í meistaradeildinni. Já, einmitt. Það er raun og veru eina sem er merkilegt, það eru þetta 1-1. Bolli er á klósettinu og fær mark í grillið. Það held ég nú Rángstad. Já, það er ekki að segja annað en að þriðja liðið sé í aðalhlutverki hérna í þessum leik. Hver ætli að vera Rángstad? Er það Lukas Leitón. Kolrangur hérna. Hann er Rángstad. Já. Settu á. Já, fáum stóra. Sjáum að þetta er Rángstad. Jacob Murphy í draftinu hjá mér í Fantasy, það er ágætt. Já. Jacob Murphy, er þetta Gordon að skora eða hver skoraði? Murphy ekki? Murphy. Það er allir að fara til Gordon og að fagna honum, þannig að hann lítur á... Hann á sendinguna. Já, hann gerir þetta vel. Hann spóla sér þarna fram hjá leikmanni Fulham í síkjala hver þetta er. Já, hann bara keyrir með þetta og setur þetta á fjær þar sem að Jacob Murphy klárar þetta 1-0. Verður þetta aðeins í varnum á Fulham þarna? Þannig breytir aðeins stöfni settingin. Var Herbyggi ekki að koma sterkt inn eða? Jó, þá er að dæma marka af Bournemouth. Það gengur vel. Já, heldur betur. Það er ekki skilabótið þínu, ég sá bara túsla læt á hann. Já, þetta er bara Rángstad, það er ekkit að... Nei. Það er bara svo gaman að sjá VAR virka. Já, rosa gaman að sjá VAR. Já, þetta er svo sem... Hann var svo sem fljótur að flagga bara línuvörurinn, þannig að það er nú ekki... En þetta er augljóst. Út af ég heyrði í þér nafli, bolla að pissa og marki grillið á honum og dó eitthvað innan með mér. Haldi, Rángstad að... Varstu sjæð þegar þú heyrðir þetta? Náður ekki að pissa? Nei, þegar það komið að sími þá var ég ekki. Hjörvar, því að þú varst að tala um meistaradeildina, sko. Er búið að afnema þá reglu að lið frá sama landi geti ekki mæst? Já, það er búið að afnema það. Og bara bæði í official 16 úrslitunum, playoffinu, bara öllu heila dæminu. Þannig séu þú 2 frönslið með mæta sko. Í playoffinu, sko, já, akkurat. Eru ekki hrifin af því? Sleppa þessu einmitt? Ég veit ekki, er ekki skemmt, þú veist, það er ekkert gaman að fá, þú veist, Brest, PSG eða... Nei, en það er heldur ekki, sko, gaman af úrslitaleikjum í Champions League þar sem 2 lið frá sama landinu mætast. Manni fannst það ekki alveg verið Champions League feelingur. Nei, það gerðist náttúrulega nokkur sinnum. Já, við sáum Bayern, Dortmund, Atletico Real og Tottenham Liverpool.
Þannig að þetta hefur nokkuð sem gerst og það er skemmtilega þetta tvö lið úr heldur betur Nú eru margir að velta fyrir sér þessu Super Bowl dæmi þínu á Nínu eftir 8 daga Nafli, hvernig verður svo háttað? Ætli að flytja inn einhvern leikmann sem er spilað í NFL á 150 kíló rum Það er rosalega eða við getum bara logið í að Jón Kári Eldon hafi spilað í NFL Já, hann lúkar eins og finni Linebacker setjum bara einhverju svona bómullaföt og látum hann labba þannum og spilaði þarna Hvað er svona ég var stærst í hvað Já, Chargers They Chargers Ég er alveg hinskilnaflið þá hef ég ekki séð neitt innvætt í þetta Nei, það er bara Við ræðum þetta Hafið einhvern ákveðin hefur gaman að þessu NFL-dæmi? Sko, ég horfi nú alltaf á Super Bowl, sko, en það er alltaf að rifja upp reglunar, sko, hvert ár og þannig að þetta er nú bara svona stemningin, sko, sem að ég eldi. Já, þetta er ekki þú veist, mér finnst ég held að hjálmurinn sé svolítið að trufla mig maður fari alltaf að kynnast leikmannum Já, einmitt Svo er margir með svona svart eitthvað þetta er óhugnarlegt Kynnist henni svolítið gegnum fantasíð Fantasíð svolítið hefur kynnst mörguleiknum Það var hjá mikið NFL það er eitthvað gaur sem lítur alveg út Já, ég sé þetta síðarið með frekurskæri Þetta sem var draftaður En Hákon, hver er ykkur svona NFL hundar í Spilaði þetta þarna fyrir mig strókar Er ykkur NFL hundar í þjóðleikhúsinu svona með þeir Herru, í borgarleikhúsinu, ég er það núna, sko Dóri Gylfa, hann er NFL-kall, sko Já, hann horfir mikið á En ég ætla að meina þetta Já Kemur það ótrúlega Já, ég held að hann er bara íslensku íþróttunum Svo dúkkar hann Hann er líka móti ofbeldi, sko Það er gaur sem heitir Colin Cowherd þetta er mínum amerískar íþróttir og hann er ekki hrifinn af því að sem sonur hans LeBron James er að spila á Bronny og svo ég veist heyra hvað hann segir In the NBA you have to pretend that Bronny's an NBA player because otherwise you'll upset the king. And remember, he is a 6'2" guard that's a non-point guard. I've never seen that existing in the current NBA. And go back 20 years. He is 1 for 16 in the NBA from the floor, 0 for 7 on threes. He's not an NBA player. He was not a great high school player. He was a good high school player. He wasn't a good college player. He was a college player. And he's not an NBA player. And he may be a great kid. I'm sure he is. LeBron's a nice guy. I've met him. Can we stop pretending on this? Tyrese Maxey's a great player and cooked him. And you rushed him up because, hey, he had a good G League game. Oh, God. And I think of the many reasons the NFL is separated from the NBA is the NFL's a serious league. The games matter. It's adults. It's men. It's real conversation. We're not going to see Jalen Hurts' son wedged into the Eagles to play running back. No, it's Saquon Barkley. He's better than anybody. Grown-up conversations. Þetta er gott. Þetta er gott. Hann hitti naglan á höfuð. En þetta er búið að vera rosa mikið umræðinni. Ég hef farin að vorkenna strafnum, sko. Er hann slakur, eða? Hann er ekki góður, nei. Já, en hann hitti eitt þristundaginn og það var svona maður bara þetta er vont, þetta er mjög vont. En er hæðin, sko, nú hann er jafnhár og ég, sko. Já, hann ætti að vera point guard ef hann, þú veist, það er eina stað sem make a sense fyrir hann, en hann er ekki point guard. En hann er ekkit líka, þú veist, hann er ekkit geðveikur í neinu, fattur, hann er ekki 6'2", bara geggjuskitta, geggjaðu varnamaður. Hann er bara, þú veist, ekki nú góður í neinu fattur, skilur, einstöku. Nei, en hann alltaf skeit LeBron með að eiga svona litla konu sem kemur á móti, skilur, þú veist, það er bara Bronny er að líða fyrir það, söffera fyrir það, sko. Já, þetta er... Munið að læka vídeóið hér á YouTube, það skiptir dóttorinn máli, Liverpool að sækja á móti Bournemouth, þeir slupp með skrekkin á hann, fengi á sem mark en hann var réttilega tekið af fyrir rángstöðum, Mo Salah Súpa slæg með skot yfir. Það er fallegur. Æja. Stók yfir. Stóka jafn á móti Hull. Yes, frábær Stóka jafn á móti Hull. En mínum enn í Blackpool. Það koma mörkin í seinni hálfleik. Ég get sagt það. Já. Það koma mörkin. Ég er búinn að rannsaka það. Hann var eitthvað að tala um þetta á Sæbrautin á hann í alvörunni. Hafið komið til Blackpool? Nei. Þetta er merkilegur staður. Ég ætla ekki að kalla þetta Las Vegas Bretlands en þarna, eins og ef þið getur eitthvað í samkvæmstönsum þá færðu alltaf til Blackpool. Já, einmitt, nú heyrst þetta. Og Blackpool ekki líka verbúða þáttunum? Er það ekki staðurinn þar sem... Nei, það var ekki... Var það Grimsby? Nei, það var Hull. Sorry. Þannig en Blackpool og það er svona risa tífóli og það segast alltaf svona 1 af 50 skemmtikurum í heiminum sem segist stærsta rússibann í heimi. Ég fell alltaf fyrir því og fer rosa æstur í alla. Ég hættur að fara í svona.
Er það? Já. Ég er Og bara gamall hættur. bara. Ég er bara svona smeykur. Já. Já. Ég er mjög smeykur við allt svona og ég vil ekki vera góð sem einhvern veginn líf mitt endi í einhverju svona dóti. Nei, ég veit það. Sko við. Ég veit það. Þannig að ég er hættur á. En það verður svo fróðilegt að vita hvernig dótturinn fer, sko. Þú veist, ef maður fer í Kristakúluna. Já. Hvernig hann fer? Já, ég held að þú voru svolítið gamall. Ég held að þú voru 95 ára. Já, 95, það verður gaman. En ég held að nafnling gæti að voru svona 120 ára. Já. Hvað segirðu? Rotherham Nei. komnir yfir á móti Birmingham. Hugsa ykkur að bíómyndin hefði verið skemmtilega þetta hefði verið Reykjavík og Rotherham. Ekki Já, Rotherham. Rotherham, já, það hefði, einmitt, hún hefði verið betri, sko. Já. Ég held að sé meira grönns þar sko. Rotherham. Bournemouth sækja við kannski takið bara á þessum Blackpool-leik, þetta er ekki það mikilvægast í heimi. Hvað hvernig er svona standa Ásbúr? Getur við séð hvort það sé eitthvað momentum með gestunum? Mínum mönnum? Af hverju varst að gera þeir Af hverju gerðu? Ég- Af hverju varstu svona samfærið líka? Já, líka máli. XG 0. Nafli! 0,00 í Máli- XG. máli- Gerðu þetta, sko, ertu einn af þessu sem bettar bara á tilfinningunum einni? Nei, nefnilega máli, ég fekk eitthvað vision í mig. Ég satt upp í sofa, ég var svona að hugsa í hvað treyju á ég að vera. Veistu, vision? Ég fer í Ásbúr treyjuna mína, var eitthvað skoðað skilur, þeir voru bara á sama reiki í deildinni, Já, góður stuð, 3.25, ég bara hei, já, Ásbúr er bara að taka hennar leik. já. Og En leikurinn leikurinn er búinn. 90 mínútur. Við skulum muna það. Hvernig er því pílunin nafli? Góður. Ég er solid í pílunni. Já. Við Hákonið hittumst um Ölver og Aha. pílun saman. Já, Gleymdi ég pílu. ég píla alveg sko, gaman að því. Þróttarar í chatinu ósáttu við að þið hafi ekki minnst á Heiðar Geir Júlíusson sem einn ykkar Ég veit nákvæmlega hvernig þú er að senda þetta. Þú veist, ég var næstu búin að slást Heiðar Geir Júlíusson eins og Kaupanöfn. Það er hann að senda. Glindi bollega nefna Heiðar Geir maður. Það var tjokko. Valjú að setja Birmingham, eru Birmingham undir? Já, er það ekki valjú það? Já, ég held að við ættum að skoða það. Mér finnst það svo mikil eint samt oft í því eins og núna. Þú sér bara, þú veist, ég veit það ekki. Borgin er Birmingham. Nei. Þú veist, ég er mikið Birmingham maður og það er náttúrulega bara rétt hjá Liverpool og þú veist, mér finnst... Það er svolítið sunnar. Já, en þú veist, fallegu staður. Já. En bara það að betta, þú veist, býða eftir eitthvað lendir undir og fara þá í, þú veist, ég hef bara rosalega litla reynslu og góða reynslu á því. Já, ég hef ágætis reynslu á því. Ég hef yfirleitt að ráðist á þetta ef þegar góð lið lenda undir, þá reynir maður að negla. Já, ég þau skipti sem ég hef gert að það hefur verið að farið mjög illa. Svona ef ég ætti að gefa ungum krökkum eitthvað svona peningatips, Já, þá er það að býða eftir að stórlið lenda undir og láta á aða. já, eins og City á móti Club Eins og nákvæmlega, maður nýttir sér það, sko. Já, það var bara döðafari. Já, ég er samt það er enginn af Íslendingunum minna hjá Brighton. En grassi sér oft við manni, sko. Hvað rankar bóllinn 110 kíló að Guðmund Axel í toppstrækjar hjá Þrótti? Sko, málið er að ég er mikið mannvinur og ég fíla gæja sem eru félagslega sterkir. Guðmundur Axel, á þeim tíma sem við fyrir niður aðradeild, þá er ég stjórn og sko, ég á moment það síðan heimið á mér, lítið til 70 fermetra íbúð, það er mark. Já, það skiptir engu máli. Það var ekkert að gerast það. Ég var bara einhvern veginn svo investið í sögunni. Já, þetta var góð saga. Og þetta var það draslið Everton sem trublaði það. Beto með markið. Þeir allir að slá á. Herru, hvað er þetta? Þetta, sko málið, þetta hef ég aldrei fílað. Þegar menn eru svona að berja og meira, þú veist, þetta skora mark og fjölskyldanar að horfa á því svona NFL, sko, já, þetta er eitthvað CTI dæmi, sko, NFL er ekki sátt með. Hvað stóri strákur er þetta? Er þetta þessi írski þarna varnarmaðurinn? Kýttu liði hjá Everton nafni. Hvað sér þú? Þetta er þarna írski strákurinn, stóri. Svo. Þetta er ekkit eðlilega auðvelt mark. Það er bara kött að beint í gegnum miðjuna. Já. Þetta er samt góð sending. Þetta er geðveikur bolti, ég er alveg saman á því, en þetta er rosalega auðvelt mark. Og auðvelt finnis. Ég skoraði eins og svona markamöndi í Reykjavík-bundunum. Það var bara nákvæmleins. Í minningunni, það var það nákvæmleins. Nei, herru, klára með Guðmund Axel. Félagslega sterkur. Já, félagslega sterkur og ég mun alltaf elska Guðmund Axel fyrir að vera manneska sem hann er. Fótboltahæfileikar, ekki þeir mestu, en hann er það hár og það lunginn að hann mun nýtast Haukunum helviti vel næsta sumar. Það er gott að heyra. Það er... Hlegið í sofanum, Leo, náttúrulega spilaði með okkur. Utan hóps, mest þetta tíma reyndar. Hvernig voru þið svona stuðningsmenn að taka í Leo Reynis?
Sko, Leo Reynis, það var nefnilega vandamálið að hann fór að sofa hjá svo mikið á konum stundum sem hann Þróttar að hann var mjög fljótt, mjög óvinnstall í hverfinu. Já, það er ekki vel í leik Nei. Hversu mörgum? Þetta voru 12-15 konur. Allar stuðningsmenn Þetta var Þorrablótið og hann var alltaf að þjóna einhverju konukvöldi. Herri, Reynir Ágústsson spyr með Dogecoinið og já, það kemur í daginn. Getum við skoða hvernig Hawk-Tua coininu gangi ákveðat núna? Því að það er nú eina svona coinið sem ég hef virkilega investað í. Hawk-Tua coinið góða. Það er eitthvað sem að fara aldrei nóg af. Það er niður aðeins niður. Við erum alltaf byrjað að segja sko í leikhúsinu, það er alltaf, venjulega alltaf sagt sko 20, nú er alltaf bara Hawk-Tua fyrir sýningar sko. Hawk-Tua. Mjög ánægð með þá þróun sko. Það er svona óberjast frasin ykkar. Já. Hawk-Tua! Já. Það er svo þannig sko. Við sjáum hér að Hawk-Tua Herðu, wow, þú er Spike. Maður hefði, hrundi þetta. En sko, að greiði Hawk-Tua stefnan. Já. Hún náði mér. Mér fannst hún rosalega sjarmerandi þegar hún kom hana fyrst fram á sjónarsviði. Þá var ég alveg á vagninum. Hrifin á svona suðuríkjastelpum. Mjög. Já. Þetta alveg kveikir í mér. Heldur betur, það er komin hálfleikur í leik Liverpool og Bournemouth. Liverpool 1-0 yfir með marki eða vítaspyrnu frá Mo Salah. Já. Og það er þetta hálfleikur í flestum leikjum. Það er ennþá verið að spila fyrir norðan þar sem að heimamenn er að spila við Fulham og eru 1-0 yfir þar. Nú, maður sjá hvernig fá við Kjartan Másson og Guðjón Þórðarsson í Dogsson. Það var reyndar, það var valjú. Já, það er rosalt. Mér finnst það svolítið leiðilegt samt að vera að sninga upp á öðrum mönnum á meðan maður er hérna. Áfra gagg. Nei, ekki það veitum alveg verið 5, 6. Nú, nei, ég var að hugsa Sigursteinn Másson, ekki Kjartan. Sigursteinn Másson. Það verður flott að fá hann reynda. Já, Sigursteinn Másson var gaman að fá hann. Ykkur er alveg frjálst að skella ykkur á salerni ef þið þurfa að fara á salerni. Ég er alveg búið með það. Þetta er svolítið fallegu búningu. Það er svo gaman að sjá Mizuno-merkið. Já, hann er nefnilega heldur flottur sko. Já. Varatreyjan hjá Ásburg. Keypt í janúar hvað? Þeir voru, já, í fyrra. Það varst á handboltamótinu? Já, þeir voru á handboltamótinu. Og ertu búin að jafna á þessu handboltamóti? Já. En ég er alveg svona nettur svona fílugall svona, ég ætla ekki að horfa á úrslitaleikinn svona þannig dæmi sko. Ég nenni sig. Ég er bara svona, það er svona sem NBA Boston Celtics þetta út og nenni ég ekki að horfa á NBA Finals. Nei, ég mun ekki að horfa á úrslitaleikinn en ég var að ræða fílinn í herbygginu. Hver er það? Hvað? Gunnar Magnússon. Já. Er það small dick erindi hjá mér að vera ennþá að obsessa yfir þeirri vinnu hans? Sko, já, ég meina það sem er samt skrítið í þessu er að var hann ekki í vinnu hjá Króðum? Var það bara eitthvað gæluverkefni? Já, bara í þetta. Nei, hann hlýtur á að fengið, við erum bara að vinna fyrir Ég vil fá að sjá þess að millifæst sem hann fekk. Ef þetta var vinnan hans þá gef ég hann það. Keli var reyður út í mig, ég tweetaði eitthvað um þetta og hann sagði, var hann ekki bara að sækja pókan út í Zagreb alveg eins og hjá mig? Já. En það er kannski ekki alveg það sama, hann var með pubquiz klukkan 11 og eitthvað hóteli sko. Já. Þetta var Þjóðlandsvík. Dortmund er komið í 2-0, var það Gurassi eða? Bæjar sem skoraði fyrir þá. Eitt því Hjörvar, það er strák sem ég þekki í, Arnar Guðmundsson, hann byrjar að vinna í Ölsen. Arnar Guðmundsson, sonur Guðmar Hefgils, hann er orðin byrjar að vinna í bænum Ölsen. What? Byttu. Hæ? Nei, byttu. Það búið bara nokkuð. Það er bara nokkra hræður. Byttu. Hann Ég byrjar var að vinna bara að hann gleyma Ölsen. því dæmi maður. Byttu. Staðfest, ég sverða það. Er það þá Ölsen með svona skái? Ég veit ekki það, bara bróður hans senda á mig að En það er bara að vera að ljúga þér. Nei, það lígur engin svona hlutum. Nei. Arnar Guðmundsson, hann er búinn að búa í Þýskalandi í örugglega 15 ára eða eitthvað, er bara þýskururinn og Og vinnu, af því að það er eiginlega enga vinnu að fá í Ölsen. Nei, er ekki þú að það er bæjarstjórinn og svo er ritarinn. Já, ég ætlaði að segja mér þetta Hjörvar myndi ekki leggja gott orð til bæjarstjórans við þennan meistrar. Ég neita bara að trú, af því að rétt hjá Ölsen er bærin Fjallahof og ég held að ég væri að mæta eins og Elvis Presley þegar ég labbaði hann þegar og ég sagði hann bara, herri, ég er Íslendingur. Ég held bara að þetta er eitthvað bara rosalegt dæmi. Frægur Íslendingur. Já, fólki var bara eitthvað, ok, flott, frábært, til að mikið með það. Hestarnir þeir kom allir eitthvað í kringu Selfoss, sögðu mér að þýsku. Og ég var bara eitthvað, Slum ganga frá þessum dósum, þetta er hálfsömbulegt. Já, skammastuðin. Hendi mér sem þetta er mark.
Heidenheim að minka mun á móti Dortmund. Þeir, Við reynum alltaf að hafa þetta snirtilegt hérna hjá Já, ég veit það, sorry. En það var full mikið skömm í þessu þær. Ég er svona allur fullur að skömmu eftir þetta. Já, ég trúi því. Herðu, ég er með gjöfhandana. Já, Það gjöf fyrir naflaðan. það er rosalegt. Hvað er taska mín? Herri, Guðjón Gíslason er nýr super subscriber. Vá. Guðjón Gíslason. Já, hann fær þetta. Mari good man. Þið verður alltaf að láta okkur vita þegar einhver super subscriber að setja eitthvað, þá þeir hafa algjöran forgang. Nú, Það er rosalegt, super subscribe. Já, það er vikt í því. Herðu, ég, sko, það með þykir svo væntu því. Já. Ég er með Mats Worm treyju frá Zagreb. Já, Þetta er treyjan sem ég var í þegar ég stjórnaði hubquizinu á það er Jóhann rosalegt. Frank. Númer 05. Já, Þessi er rosaleg. já. Þessi er nefnilega helviti Já. góð. Og þetta er handa þegar ég ætla Já. að árita hana fyrir. Já, það er, við til að taka síminn. geðveikt Þessi, árituð Bolli, treyja. Már, árituð, Herru, 05. getum við að séð hérna Fabrizio Romano, getum við farið á Twitter síðuna hjá Fabrizio Romano. Hann náttúrulega er transferkóngurinn, en hann er svona, það er verið að keyra á hann úr ýmsum áttum núna. Nú eru aðrir svona farnir að skúpa líka. Já, Fabrizio Romano er hérna, here we go. here we go maðurinn. Sko, þetta, hvað er að gerast nýtt? 6 mínútur síðan. Marcus Rashford has agreed personal terms with Aston Villa. That's what it Deal is. imminent after initial green light in the morning. Já. Understand Villa and United are closing in on loan, discussing buy option clause. Emery called Rashford player attracted by project and UEFA Champions League football. Já, já. Hvernig líður með þetta? Mér líður vel með þetta. Já. Ég er bara Feginn. já, bara gott fyrir hann líka. Þetta er góður strákur. Þetta er gott fyrir hann, sko. Hann þurfti að komast í burtu. Já, en hvað voru svona, hvað voru orðrómandir að segja? Hann var að fara, jafnvel til Saudi eða nei? Hann vildi ekki Saudi. Nei, hann vildi ekki Saudi. Nei. Þetta Ég fer hefði í- haldið hann að þeir hlaupið þangað, sko. Já, þetta fyrir í taugarnar á mér, ég skal bara segja. Ég vil, að því, bara þú veist, Rashford, ég vil bara fá hann utan Englands. Ég einhvern veginn hefði viljað sjá hann bara í Napoli eða Ítalíu, PSG, sérstaklega PSG. Hann það er hefði svona- ekkert höndlað Ítalíu, sko. Nei, Hann hefði PSG, fýtt á Spáni. hérna, já, það fyrir taugarnar á mér að sjá Rashford í liði sem er herra Hvað var töflunum. að segja um Má Chiesa? sjá Chiesa. Hvað er með Hvað er Chiesa? gangið með? Það er, ég elska hann. Hann er bara Hvaða kemst ekki í rugglu hóp. það? En hafið samt séð þegar hann er að djöflast, hann er... Já, hann Segir bara hann er utan hóps en samt Er það? full frískur. Hægur. Hann er bara ekki nógu góður til að vera í þessu liði og þeir, takk fyrir þú veist, þú bara fer ekki að forsa einhverju í gegn, hann er bara ekki nógu góður. Þetta er góður strákur. Já, það er góður strákur, pottitt. Það er allt góðir Napoli og Al-Ali eru að klára þetta Allan Saint-Maximan. Sko, Napoli ætlar að reyna að klára titilinn og þá komum maður inn með Saint-Maximan. Stórt. Herra, hann er með nýja greiðslu. Já, fólk er að hjá honum heldur betur, má sjá, er eitthvað meira sem að Romano hefur verið að hendin. Hver er þetta? Matís Tel Já, hann er að fara bara. er bara að fara, hann er að geða tóttunum. Nei, voru ekki hérna hann, nei, hann, er ekki Villa? Nei, United er bara líklega þessi sko. Já. Ok. Hann sagði nei í gær við Tottenham. Tottenham er off, já. Já, Er það 100%? Já, Levi, hann fór út í gær. Ok. Munja, hérna, Safara. Já, Og hann sagði bara nei eftir fundið. já, hann vil spila væntanlega fyrir Manchester United. Eina taplösa liði í efstu Já. tveimur Evrópukefnunum. Já. Það er aflega, ég held að það sé aflega ekki mikið lánaði hjá UEFA með það þegar á hendi Invincible deildatímabil í Evrópu. Já. Herðu, má ég spyrja Hákon að eitthvað spurningu? Já. Ævar Hrafn Ingarsson spyr, getur Hákon rifið upp hvað fór í gegnum hausin á honum þegar Þróttur klófist í Bíró og Ísmael á sínu tíma? Herðu, ég ætla bara... Brassarnir. Já, Brassarnir geðu, já. Ég bara, nú man ég bara ekki eftir því, sko. Ég verð bara því miður að viðurkenna það, hérna, fúslega og... Ég man eftir þeim félögum. Þetta var rosalegt moment þegar þeir út af því að þú varst í raunin ekki búin, það var engin svartur í Laugardalnum, bara yfir höfuð, sko. Já. Þannig að þegar þeir voru að koma í Þróttarheimilið, þetta var moment, sko. Og svo náttúrulega vonbriðin sem fylgdu voru gífuleg. En það er náttúrulega alltaf eitthvað ekstra spennandi að fá tvo Brasil. Já, en málið var sko, ég man aldrei hvori hvað, en bakvarinn, litli, var það ekki í Bíró? Hann var fínn og spilaði fullt með U23 liðið Þróttar. Það er bara eitthvað að fá Brasiljumenn, þegar Já. allstar geta Brasiljumenn spilað. Já.
En það verður samt verið lítið af þeim á Íslandi með að við svona marga aðra. Já. Helst hann Santos í Leiftri, hann var öflugur. Já, hann var öflugur. En það var nefnilega, maður sá það á þessum frændum að þeir voru mest hissa á sig sjálfir að þetta væri staðan, að þeir væri í alvörinu bara playing football in Europe. Málið er það samt, já. Og þeir verða stjörnur í heimabænum með að fara, þú saman þú fært til Færeyja. Já. Þá er allir í bænum að hann er hann atvinnumæður í Evrópu. Playing abroad, þú bara kemur heim og ferð á milli, sko. Sprassar, þetta er útrúlega merkileg þjóð á margan hátt. Eitthvað Alan Shearer sagði eitthvað eftir fyrsta leikin á HM 2014, eitthvað Brasilíumenn ekki samfærið til fyrsta leik og ef þeir ætla að vinna sér titil og verða að spila miklu betur. Þá voru bara Dani Alves og alls konar leikmenn Brasilíu fann hann að svara Alan Shearer. Þetta var bara, þetta er kommentar frá neðan að það hellu. Heyrðu, Pele deyr og þeir voru rosalega uppi með sér að í Hollandlandi hafi verið mynd af Pele á forsíðunni í einu blaðinu. Þeir eru mjög uppteknir að því hvernig aðrir tala sig. Þeir fannst að Hollandland sem að þeir kallar bara Noreg Hollandland þeir hafa verið með mynd af Pele. Það er bara þeir eru alltaf að pæla einhver svona þeir eru bara hissa að það hafi náð þetta langt. Þeir vita ekki hvað þeir eru stórir. Já, þeir vita ekki hvað þeir eru stórir bara. Hvað sérðu? Wow. Það er rosalt. Jaxel er einmitt að horfa, taktu myndaður Jaxel og settu á X-ið. Ekki er þetta Jón Axel útastmaður K100, það getur ekki verið. Það er ólíklegt sko. Eða Jón Axel Guðmundsson, körfuboltamaður. Hann er í Brasilíu. Við erum alltaf langað að fara til Brasilíu. Já. Það er svona... Já, hefur það ekki farið? Aldrei farið. Hefur farið? Ég hef ekki farið, nei ég fer ekki neitt. Hefur farið til Suður-Ameríku? Nei, ég var aldrei komið það. Nei, ekki heldur. Man er döður langar. Já, sko, ég er ekki alveg saman því. Ég er með svo lítið hjarta. Ég er hrættur við Suður-Ameríku. Já, en þú gæti verið svolítið framandi gaur þar. Herðu, ég var eins og í New York, ég var í ræktinni og þá voru 2 mexíkóskir náungar. Þeir voru alltaf að horfa á mig og svona hvíslast og hlæja mér. Og ég er alveg vanur því, en ekki erlendis. Svo komu þau til mín og ég var aðeins meira fitt þá. Hvað heitir boxari, rauðhari? Já, Canelo. Og bara, Canelo, svo var ég bara að taka myndi með staffinu og hóttunum bara í heila viku, sko. Já, lögstu bara því. Nei, þeir bara fannst ég svo fyndið, þeir voru með lúkleik. Já. Það var eins og þegar ég fór á úrslitin í Premier League í pílunni, sko. Já. Og þar var hópuðust allir upp að sköllóttum feitum manni sem verið í vann gerfintreyju. Ég held allir þetta væri hann, sko. Allir bara fann, hann var bara með ógeðslega hress, sko. Ég meina, byrju, hvar var það í Berlín? Það var í Berlín, já. Mercedes-Benz Arena. Það er, sko, hvernig er þjóðverinn í pílunni? Er hann að drita niður drikkjum og í stuði eða? Já, bara algjörlega, sko. Það er ógeðslega gaman að fara í Ali Pali. Já. Og þetta verður róflega ekkert mikið lengur í Ali Pali því að höllin er að springa utan þetta, sko. Já, tómtvistin það er svo brjála allir kvöldsessjónu mæta menn algjörlega trilltir í byrjun og alveg svolítið sturtaði. Svo bara er þetta einhverju 4 leikir og í 4. leik þá ertu farin að heyra í kráttur og We wanna go to work, drink all the beer. Hákon, hefur þú farið Ali Pali? Nei, ekki Ali Pali. Ammo fyrir fyrsta markaskóra í seinni hálfleik í Premier League. Já, þeir eru að hvíslast á félagar. Nei, það skiptir ekki máli. Nei, ég var bara að tala. Íslendingaliðið Venezia var að tapa fyrir Udinese, 3-2, vonbrigði þar. Herru, ég ætla bara að nýta, ég ætla að færa ykkur litla gjöf líka sem að ég kom með. Já. Af því að sko Hjörvar, þú er talað svo mikið fyrir sprengjum, út sprengjukall. Já, ég sprengjukall, já. Og ég er með sprengjur fyrir ykkur. Þetta eru sem sagt fartbags, fartbombs. Og þið kreistið þetta, þá fyllist þetta lofti og svo springur það og út kemur lykt. Þetta er algjör snill. Þetta er haldið ykkur strákar. Takk fyrir þetta, ég er gaman að svona. Þetta er geðveikt, sko. Ég fór takk hérlega fyrir þetta. Svona fartsprengi. Hvar fegstu þetta? Þetta keypti ég nú bara á netinu, sko. Ok. Þú eru rauður í myndmann. Já, ég hlakka til að nota þetta. Fartbombs. Já, nota þetta heimaður ekki En já, ég það var svona kúkafíluspray. Það var einhver sem mætti með þetta í regnbúan þegar ég var á leiðinni á Perfection. Já. Og ég man eftir því, ég var bara hann eyðilaði nánast svona fyrsta kortera af þessari mynd, sko. Var þetta grínari?
Já, þetta er einhver grín. Það er skrítið, það er skrítið sem þetta gerir í bíó og mynd sem þú ert sjálfur að fara að horfa á. Grínuðarnir gerði oft eitthvað svona. Þeir voru að það átti svona spray sjálfur og stórum anur þessu sjálfur, sko. Þannig að þegar ég bara hugsa perfection. Var þetta Álfabakki? Nei, þetta er Regnbóðan. Það var Regnbóðan. Regnbóðan, Bíóparadís, það sem Bíóparadís Í Regnbóðan. Hvað segir, hvernig er staðan? Nei. Beint rautt á káa. Býtu, ég er með þá mínus 1,5. Mínus 2,5. Mínus 2,5. Ég ætla að mynda rúll yfir þetta. Eru völararnir svona segir? Já. Eru þeir að stilla varaliðið það? Káa, hvernig er það? Já. Er káa að spila með alla leikmennina sína? Já. Herru, takk hérna fyrir þetta. Beint raut á káa. Hver var það? Ívar Örn. Ok, thank you. Æ. Það eru vendingar. Þetta er skellur. Heldur betur vendingar í þessu og þetta er ekki verið að ganga hjá mér. Fyrsti markaskóra í seinni hálfleik Ammo, Ammunition eins og ég kalla þetta. Nú, já. Þau dundrast inn mörkin í þessu öllu saman. Þeir byrjuðu þetta hálftíma undan Englandi í Þýskalandi, þannig að það er kortir eftir í leikinu þar, rúmlega það. Nú, já, það er líf og fjör í þessu öllu saman. Erðu Hjörvar, nú er ég að æfa hérna leiksýningu hann Latta. Já. Og er búin að vera að researcha hann svolítið og búin að horfa held ég hvað mest af öllu því efni sem ég er búin að horfa þegar þú tókst hann í bakaríð. Sko, ég verð að viðurkenna, þú varst nú alveg ágættur, þú varst nú alveg að ná hérna Eiríki Fjallar svona á svona momentum sko. Já, ég er mikið landándi. Já, þú væri flottur í þessari sýningu, bara segja og skrifa sko. Sko, ég man eftir, ég var heima á Helga Seljan, árið 1989, hann var í 10 ára afmælunars. Og ég var svona maður sem fór aldrei úr afmælum. Maður mætti bara 3 í afmælin, með eitt rauðan, sem er bara eins og gefa 5.000 í dag. Já, ég held að það var eitt rauð, eða kannski eitt græn. Það var 100 kallið var í seðlum þá. Já. Og er þarna hangandi þarna heima á Helga, 10 ára afmælunars. Og svo bara byrjar 89 stöðinni. Og ég hugsaði bara, býtu, er ég að fara að fá þetta, þessa veislu, alla laugadaga núna bara í vetur. Ég bara trúði bara ekki minni eigin hefni. En þegar ég áttaði mig síðan á því að Latti væri ekki, þá var maður alveg bara, gæti ekki Latti, bara líf mitt verið fullkomið á Latti. Fast forward, 4 ár, stöð 2 svarar þessu með imbakassanum, Latti. Stórt maður. Þetta var kóngurinn. Og sko máli er, við missum af þessu. Þú veist, Latti er bara gammal kall þegar við erum svona, þú veist, að koma til ára. Var þetta, þú veist, hann var bara the it. Var þetta bara Steindi? Já, þetta var Rötti Steindi bara síns tíma. Maður áttar sig almennilega á því, sko, þegar í þessari sýningu, sko, þegar maður sér alveg að ykkar kynslóð, sko. Þú veist, þau þekkja þetta allt, sko. Og okkar kynslóð, við erum bara, hérna, ef maður lesi handriti bara, þú veist, hérna, Salomon Gustafsson eða eitthvað, sko. Og þá það maður bara, þú veist, og Latti í herbygginu, skilur, og maður bara hreinlesa eitthvað, og maður bara, Latti, getur þú gefið mér hérna eina setningu hvernig hann talar hérna, ekki alveg klára. Hann átti eina típu sem var vinsæl í imbakassanum sem hafði ekki svona, náði ekki alveg í gegn, hann var heldur góð, Stefán frá Útistöðum. Já. Og ég skaut hann var alltaf að skjóta alltaf sko. Það var alltaf skrikinn til ég skaut hann. Og það þótti mér alltaf mjög fyndið en það var einhver karti sem bara fekk ekki að lifa. Einmitt, Hvaða skilaboð? Wow, Auðun Haralds, Öddi Haralds, nýr Super Subscriber. Já, maður sjá, ég meina Latti var í öllum auglýsingum, hann var í öllum, þú veist, Latti og Jón Páll voru bara 80s kongarnir. Jón Páll. Algjöru kongarnir. En var þetta ekki á þessum tíma líka, þú veist, þarna voru 4 ára samkeppnir, þarna það var stórt. Ég sakna þess rosalega. Ég saknaði sko, mamma Leo Reynis, hún vann, hún er fyrir ungur í Ísland. Það er svoleiðis, það útskýrir margt. Hann er mjög sætur. Hann er mjög myndalegur, sammála því, hann er mjög myndalegur. Enda gerði hann usla í Laugardalnum á sínum tíma. Ég ætlaði að reyna að hafa blautbólukeppni á Nínu í Super Bowl partíinu með. Það er svoleiðis. Það var blautbólukeppni. Ég er búin að heyra þetta mikið í Þjóðleikhúsinu. Þið hefur verið að kalla eftir blautbólskeppni. Já, það er hárrétt og ég hef verið þar fremstur í Magnús Geir þjóðleikustjóri að segja við verðum að koma með þetta alltaf. Krakkarnir dýrkar. Gellur að þrífa bílinn líka. Hvað segirðu? Beint raut? Tölfræðin. Já. Það er 50-60. Þetta er flott. Já.
blokkuð skot í tréverki. Heyrðu, völurarnir búin að setja hann í tréverkið. Er það allt? Vá, ég hef ekki séð þetta. Bara því að Hjörvar var að döði því að hann fer aldrei á jafntefli. Ég ætla að fara á jafntefli. Hvar? Í þessum leik. Káa Völur. Já, ég kem með þér. Já, þú ætlar að setja á X. Ég ætla að fara á X-ið. Ég ætla, sko, málið út af því að þú getur ekki haft rámtverðið tvisvar. Nei, hann þannig ég gat ætla að ekki. elta þig. Eltu mig. Ég trú á þannig dæmi, Já, sko. jafntefli, bing. Hvenær hættir Hjör að ræða sex, drugs and rock'n'roll? Aldrei. Aldrei. Herru, Aldrei. gult spjald á Kristi, var það í bettbildinum eða? Charlton 1-0. Var gult Var það ekki þínir með síðustu spjald á helgi? Kristi í bettbildinum? Já, ég var Það með var að það. detta inn. Það var Var að detta inn. Geðveikt. Já. Ég elska hana gæja. Bum, 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 bum. Já, Kristi búinn að fá spjald. Hann er bara, ég var búinn að skoða þetta. Bormóð, eins og þú ert líka með á spjald. Bormóð er búinn að safna þriðju flestu gulu spjöldunum í deildinni og Kristi var búinn að fá 2 gul í síðustu 3 leikjum. Hvernig er staðan á hotspillunum? Hver er að vinna hotspillum? Kottu með það, maður. Kottu með það. Býtum Mílos Kerkis, hver kom með það? Hjörvar, það er þið nú Daniel James að skora fyrir Leeds. DJ-in. Last Night a DJ saved my life. 2-1 Við vinnum það. í hotspillum. Já, ég bara út, ég var ekki búin að horfa á skjáfinu svo tíma. Já, það er þið nú alveg eftir því ef að Hjörvar myndi nú eðilegja þennan bildir. Last night a DJ Eini gæðin sem á peningi setti að eðalega síðil, það væri leiðilegt, sko. Við hefðum munið eftir Benny Benassi á hérna Broadway. Munið eftir því. Akkur horfður svona mikið á mig, ég er í langi Já, yngstur þú ert Veistu 98. hversu ég sakna? Sorry ég sé að fara onnið. Já. Ég var að fatta hversu ég saknaði. Mér fannst alltaf hann svolítið sniður ég fór aldrei á hann en mér fannst alltaf gaman að hann kom sem gestur í þætti Seiles. Já, Dagvaldur. Ég er hann svolítið fullorðið þegar mætir hann að það var enginn til í að mæta með mér á Seiles en mig langaði alltaf. Veistu að ég myndi mæta á Seiles í dag. Já, en hann málið er að hann var aldrei stór í heimalandinu. Nei. Vassla, Alisson. Hvað segirðu? Ekki aldrei Nei, og hann fann sig bara hérna. Þú veist, þetta var eina landi sem tók á móti Seiles trekk og hann var líka, ég hef heyrt það að kvenpinningurinn hrifinn á Seiles. Já. Íslenski kvenpinningur. Nei, menn hann líka diódétiskur, ég átti diódétiskin heima, þarna bláa hulstrið. Ég var dietiskurinn með Seiles, við munum allir eftir honum. Já, ég er að segja það, þetta var iconic. Í hvaða umhverfi elstu upp og þú verður dávaldur. Heldur hvað það er flott. En mér fannst þetta alltaf alveg en það eru Já. Þú talar um kýmversku bara tala Þetta er ótrúlegt, sko. Ég keypti þetta ekki fyrst en svo fór ég inn svona sá dávald, sko. Hvað er að gerast? Ásbúr! Eitt í viðbót. Leikurinn er hvað? 90 mínútur. Plús viðbótatími. Djöfis snillíkur. Æja. Tjartan konið í törnun á móti come on Þið megið kannski býða með svona, þú veist, fréttir. Ég er það Grimsby að spila það Já. Já, svona inn á. Er þessi meistar á leiknum? Já. Vel gert, Magnús Löður. Come on. Ég sagði ykkur að mörkin kæmu í seinni hálfleik í Charlton Blackpool. Það er svoleiðis. Hver skoraði? Já, svona með stullu eða? Nei. Herðu, Bournemouth eru því miður að sækja mjög mikið. Hann hristur hausinn. Já, slott. Hversu glæsilegur er slott? Málið er. Slott machine. Já, þessi. Geturðu gert af því að því sé sköllóttagæða fer ég alltaf að hugsa til uppáhaldsmyndina mínar geturðu skrifa Who's Harry Crump? Hungarian guy. Hann var So, you're from Hungary? No, thank you. Einfalt og góða. Þannig er hann, þannig að feiti Já, þessi. Muni eftir þessa mynd? Já. Þetta er einhver fyndnasta mynd sem ég sé Who's Harry Crump? Allar John Candy myndir voru fyndar. Já, einmitt. They don't make them like they used to, sko. Já. Það var eitthvað sko það var hann í Roast of Tom Brady. Þess að hann feitu gaur. Þá kom einhver kona og sagði bara, okkur getur þú ekki verið eins og allir alvöru feitugæðinir í Hollywood, tekið bara nóga dópi og dauður þrítugur eða eitthvað svona. Og bara þetta roast var bara þannig, ég var bara svo, oft var ég bara Tóku bæði sko 9/11 dótið, tóku Emil Aron Hernandez og allt þetta. Ég var bara svona herðibíti, þið verðið að tóna þetta. Já, Aron Móla, hann er með þessa hugmynd, heyrðið mér daginn, hann sagði, gætum við verið með roast á Íslandi, stórt roast einu svona ári? Og ég sagði, en hver væri
Roast of hver? Ég held að allir saman á hver væri the roast. Hver er það? Auðun Blöndal. Auðun Blöndal, já. Er það bara ég? Nei, það er allir saman. Hann, Björn Bragi, Inga Sæland, ég veit það ekki. Já. En ég er náttúrulega, sko, 2025, það er Inga Sæland orkan. Ég fylgdist með konu, fyrir hreyfingu í fyrradag, leggja fyrir 2 bíla. Og þá fekk ég bara, herru, nú verði ég að fá svona tæki, þannig ég geti alltaf svarð, alltaf á talum. Það er Inga Sæland orkan. Já, það er... Margt. Birmingham. Helga Lind Pétursdóttir er mætt á chati. Velkomin Helga. Loxis. Er hún? Helga Lind Pétursdóttir. Guðlaugur Orri, thanks for subscribing. Liggi subscribe líka venjulega en super subscribers that love you, man. Herru, ég verði að kalla þetta standard. Hent í blöðara. Hent hún í blöðaran. Hent hún í blöðara. Maður sjá allir sem geta sett Auðun Blöndal emoji, negli honum á mig. Ég elska að sjá hann. Auðun Blöndal, emojóin góði, þeir sem eiga hann inni, sem eru super subscribers, þeir geta farið og sett inn einn blöð. Já, herra Helga er búin að setja í blöðaran. Glæsilegt. Ef ekki að ringi hana? Ef að heyri í henni. Vita hvað hún stendur í Bonnie Blue og Lily Phillips? Já, mér finnst þið, veistu hvað? Já. Mér finnst þetta viðbjóðst. Já, ég veit það. Ég á bara svona, yfirleitt hef ég gaman öllu svona stóti. Já, þetta uppátæki, sko, já, það er, maður las aðeins þetta og líkt í herbygginu. Já, það og svo sá maður myndina eftir, menn þetta er ógeðslegt, sko. Menna kúast og já. Út af ég hef ekki gefið mér að skoða þetta á hann fór inn, netinu, sko, pródúserinn sem pródúseraði þetta, ljósamar einhver, hann fór síðasturinn þegar þetta var búið og ég held hann hafi eld. Ég held það hafi komið fram í fréttinni. Ég horfði einhverja heimildamindu Lily Phillips, ég var með í maganum í svona 2 daga. Að menna henda Siggi Búllis að henda í blöðaran, þeir sem geta hendi í blöðaran, hendið í blöðaran, takk. Ég er blöð, sko, ég hef aldrei hitt blöð, ég er hann, þú veist, út af ég Hann er núlnæs. Já, ég er nefnilega, ég fæ svona búlli orku frá hann. Bara, þú veist, svona ef að kveiktur á kamerunum, þá er hann næs, en hann, þú veist, ef þú myndir hitta hann einhverstaðar, he wouldn't give a fuck, þú myndir koma eitthvað, þú veist, hann verður, þú veist, sérstaklega gauðin sem þú, já, ég veit það. Já, ég veit það, og ég er nefnilega, út af Ginger. Já, ég veit það, ég er nefnilega að vinna með, sko, tengdamömmas, og ég er alltaf að spyrja hvað er frétta blöð, og þú veist, þau eru að fara saman í frí og eitthvað. Og ég held hann hati það, sko. Ég er alltaf að láta hana fara með eitthvað skilabóð frá mér, þú veist, og ég er mikið aðdáandi. Já, er ég ekki að láta vera það? Er það spurning hérna frá Benedikt Gröndal? No, byggur við. Yes! Hvað gerðist? Það er super subscriber. Já, hringi mér hann, Eyjólfur Eyjólfsson. Herðu, ef Artur Ari og Ævar Rapp sem eru að horfa gerast ekki super subscriber núna, þá mæti ég ekki í matabóði. Ég er nefnilega, sko, símtöl eru auðlind sem við Íslendingar eigum, sko. Getum við ekki tekið fleiri, ef við ekki að taka eitt búa til fleiri, getum við búið til fleiri í mótjú? Já, við þurfum alltaf að vera komin með 10. Ég er hægt að græja frekjusgarði sem emoji eða? Eitt með gleru. Þú lofaðir Herðu, já. með salakól. Já. Sí. Hvað? Það var beðið close-up af frekjusgarðinu eða salamdiskora. Er Eirík Fjallar? Þú er í rauður, af hverju er ekki með sminku þér? Korkanovits. Já, ég held að, Hjörvar, þú verður að fá sminku Já, hérna, þetta gengur ekki, þú er sjálfur rauður, sko. Já, ég verður að fá sminku. Ég var að reynda að ræða það við hérna búllisérna að við þyrftum að læra svona grunn í svona sminkudóti. Þú getur verið með workshop hérna, þú getur boðið bara öllum þunum bestu mönnum, fengið ykkur til að kenna hérna frá Beauty Makeup School, verið með svona workshop. Já, þetta skiptir máli. Kunn allir að gera þetta. Já, þetta er svona litlu dítilarnir sem maður þarf að hafa á hreinu. Og ég meina, oft er þetta ekkert svo flókið, oft er þetta bara smá sólapúður og... Já, og kontúr í kringum augun. Áður en að hátíð byrjaði, svona 2009-10, þá voru þau bara með eitthvað svona spreyjuðu mann eitthvað aðeins og bara, þú veist, klár. Svo eftir þetta allt var svona ótrúlega góð gæði öllu, þá er það nánast verið að líma á mann nýtt andlit. Já. Það eru svopaslæmið, sko. Þá er maður ekki lengur færiskur, sko. Herðu, þá verður maður bara, hérna... Talandi super... Herri Helga Lind segir, þessi Augsburg-treyja fer naflanum alveg einstilega vel. Ég sammála. Sýndu þetta aðeins. Já. Það er enginn aftur á. Það er flott, þetta er mjög flott. Það er eitt gæði sem ég hitti í Zagreb, sem ég held að væri, hérna, þú veist, ekki næs. Það er Gunni Birgis. Ég hitt hann á steikhúsi. Og var hann næs? Ótrúlega næs. Tók mig bara mjög vel. Bara eins og verið vinnur hans? Ég þannig séð. Hvernig var borgin? Hvernig var borgin, Zagreb? Sko, borgin, hún er grá.
Hún er hérna, ég átti mjög vond moment, þú veit, ég verið 6 daga hana, sko. Mér leið mjög illa á köflum, sko. Og ég verið 6 daga og borgin hjálpar ekki til að byggja upp gleði, sko. Nei. Þetta er bara... Hafið komið til Króatíu? Nei. Hafið komið til Júgóslavíu? Eða bara eitthvað þessum löndum man ekki? Já, bara Króatíu. Nei, hérna... Ungverland var náttúrulega aldrei... Nei, það er... Nei, ég hef komið til Ungverlands líka. Það er fjör. Já, fjör í Budapest. Fannst þér ekki merkið þú labbaður Budapest? Hvað voru mikið nýjum fótboltavöllum, frjálsíþróttavöllum, einhverju ný arína. Það var bara einhvern veginn, kannski þú verið... Ég var örugglega á einhverju öðru staði. Leikarastað. Ég man... Þú verið einhver svona leikara... Já, ég var einhverju leikaradóti, sko. Nei, ég man þú talaði þetta, sko. En ég var bara á einhverju öðru svæði, sko. En ég sá reyndar hana, leikonu, sem er dóttir með núna, hvað heitir hún? Ljósæðar leikonan sem leikur ofurhetjuna, Blake Lively. Fulham að jafna, fyrirgjöðu, Hákon. Fulham að jafna. Settu á skjáman. Fulham að jafna, Raúl Jiménez að jafna. Hvaða leikona sér sem leikur ofurhetju? Já, hún... Scarlett Johansson. Já, maður. Vel gert, já, takk maður. Ég sá hana í Budapest. Já. Ég var að hlaupa í gegnum svona stræti og það var allt stopp og verið að blokka af og ég er eitthvað meðu labba hindi gegn. Það var bara eitthvað, já, drífið ykkur. Svo er að drífa ykkur, svo lítið til hægri. Það er Scarlett Johansson á mótorhjóli að bíða. Það var að taka upp myndina hennar, sko. Það sem fyrsta myndin hennar sem þessi óveriti sem ég. Avengers. Já, og maður bara horfið þarna beint í augun á henni. Og hvernig leið? Blikið þetta? Ég tók ekki blikið, ég hefði þátt að gera það, sko. Scarlett Johansson, hún er einmitt með svona 90s þema. Hjörvar, þú ekki búin að mastera hérna svona landslýsnikkið? Þú farir hérna nikkið Herðu, Hjör, kveðja frá fyrrum besta lið. Eyjó, ég man eftir Eyjó markmann, góð markmann, saman á því. Herðu, nýjasti subscriberinn, Triple A. Artur Ari Atlason. Let's go. Guðni Birkir Ólafsson, Sigmar Þór Hjálmarsson, Hrafn Úlfarsson, Indriði Indriðarsson. Fucking love you guys. Hrafn Úlfarsson hérna, Þróttari líka. Ásgrímur Guðnason og Robert Hassler, geðveikna, Bobby Hassler. Hart. Þú þekki nú Hrafn Úlfarsson? Já, hann er góður vinur minn, sko. Hvernig þekkir þú hann? Við vorum saman í grunnskóla og höfum bara haldið vinnaböndunum bara allar götu síðan. Þetta er frábært drengur. Það er einn af þessum góðu vönduðu drengjum. Já, það má segja. Þessi leikmaður stressar alltaf. Já. Curtis Jones er að gera sér tilbúin, þá verð ég alltaf aðeins stressaður. Ertu smeykur við jöfnunumarki? Ég það líkur í loftinu því miður. Maður er alveg smeykur við það, já. Hvernig Elli Björgvinsson spyr Hjörg, hvernig gerist maður super subscriber? Siggi Búlis svarar því á chatinu. Shit, I'm loving this maður. Það eru $5 að rigna inn. Stort. Það var eitt hérna, það var rosalega svona late 90s. Það voru alltaf farið, þú veist, ef þú byrjaðir kvöld, þá voru alltaf farið heim til ykkur skur. Það var bara að fara á strippstað. Þú veist, á Vegas, eða fórstu Goldwing. Akureyri, þeir voru með 3 staði. Já, þeir eru á nóa af þessu sko. Þetta var út allt. Og það var eitt séður félagin. Hann vissi það að þessar dömur vildu erlendan gjaldeyri. Og þá var dollarinn einhvers staðar kringum 70 krónar. Já. Setti dollarinn upp í kjaftinu á sig. Svo þurfti náttúrulega að taka það með júlunum. Og þannig að þetta var bara gamli góð 70 krónar. Þær elskuðu the dollar. The US dollar. Því að þær vissi grunn að hann væri sterkur og væri á uppleið. Sko. Þannig að... Þetta voru 70 krónur. Þetta er mesta veislar. Með 3.000 krónur í bankan sko, á 50 degi eitthvað var klár með dollarana. Þetta er glæsi. Við köllum þetta Það vinner, fyrsta marki setna á leik. Gjölu væri gaman að vera super subscriber. Ég myndi elska Henrik Örn Jóhannsson. Hinni, tippa hann sem kallar Hinni. Hinni Jó. Hinni Jó, það er bóligandi. Hvað segir þú, hvað er í gangi? Leeds 4-0. Get ég segja seðili minna aðeins hérna sem kom með fyrir? Það er rigna inn, wow! Wow. Kolbeinn Halldórsson just became a sponsor.
Love it. Og menn að unlocka blöð, emojiin. Please setið fleiri blöð inn á spjallið. Hvernig stendur Portsmouth? Er Birmingham 1-1 ennþá? Elli Björgvi spyr, er þetta að borga með Hack 2 a coin? Nei, Keppi? það er ennþá. ekki núna. Nei. Það verið gaman. Heyrðu, má ég spyrja einu hérna? Hver er staðan hjá Luke Humphries? Mínu manni, á móti Josh Rock. Rétt. Fá smá svona... Já, sko, mér finnst Josh Rock mjög skemmtileg Hann er mjög skemmtileg spilari, já. En það er þetta ekkit safety þannig, sko, þetta er bara... Humphries minn maður, ég hef aldrei átt svona, af því að Humphries hefur aldrei verið minn maður, þannig Rapid Ricky Evans er minn maður. Já. Hann er fan favorite, sko. Er hann svo snöggur, eða? Hann er ekki dæla snöggur. Herru, shit, sér þetta. Luke Humphries. Já, vel gert. Whitewash. Thank you. Herðu, Háka, þú ert á eldi hérna. Og þetta er svona helviti skeligur tippari. Já, hann er það, hún er bara að gera þetta lengi. Ég er vandaður, sko. Hann er faglærður. Eitt ár sem lýsir mér, sko, ég er vandaður. Herðu, Jú. það er líka skemmtilegt fyrir fólk að vita að Hákon er mjög góður pílar og keppir reglulega í mótum. Já. Það er svoleiðis, hann æfir pílu. Ertu í einhverju félagi þú? Ég er í PFR, já. Bjarki Björgvinsson, supersubscriber. Það er svoleiðis, minn besti vinur. Kóngir. Arnaldur Lindberg. Hjöppi, fyrir því að vita, gínið góða sem ég komið aðan, það er frá Bjarka Björgvinsson. Takk hérlega, Bjarki. Í Lindberg af sig við. Subscribers, önnulega subscribers, en ekki við sponsor, þá var það super. Það var Vöðvatröll, super subscriber, right now. Vöðvatröll, supersubscriber. Vöðvatröll. Nú er Newcastle full á morgun helviti áhugaverð því ég þarf bara Newcastle win eins og staðinu núna, þá er bettið on. Hákon, er pappið leikari eða? Nei. Þetta er ekki svona leikarabann? Nei, alls ekki. Hann er ekki stoltur af því. Það er eitthvað svona, við sem að Ólum Stöffi svona fátækt og svona, við höttuðum alltaf leikarabönnin. Já. Þeir voru alltaf á áramótasköpun og RÚV og alltaf einhvern veginn í kringu RÚV eitthvað. Já. Þannig að þú ert ekki leikarabann. Self-made leikari bara. Hann er mjög, ég þekki hann svona uppbringing og þetta er í rauninni algjör sko kraftaverka saga sko. Já, geðveikt. Það stendur náttúrulega ekkert í þetta í mínum grunnskóla, sko. Nei. Ég vildi ekki sjá skrekk, til dæmis. Ég sjá það, sko. Það er vel gert. Þetta er komið setna. Já. Það kemur setna, löngu setna. Það er bara þannig, ég sé að þú ert í eitthvað í Steindaþáttunum, ekki? Jú, ég er aðeins, bregð þar fyrir aðeins. Það eru margir góðu brandarar þar. Já, Draumhöllinni? margir góðu brandarar. Þetta eru flottið þættir. Ég sko, besti brandar er náttúrulega bara sem þú ert í, Dr. Body. Dr. Body. Djúvill er það fyndið. Það er góð. Mér finnst þarna áhrifavaldurinn þessi Tristan þarna, mér finnst það mjög skemmtilegt. Það er mjög skemmtilegt. En það besta í því er eiginlega sko klippserjan kynningin. Það sem hann er að labba yfir göttuna og það er spot on þannig. Það er nefnilega spot on. Kastkelurnar eru góða líka. Ég er ekki skinkukall. Ég er ekkit skinkukall. Það er heldur gott. Kastkelurnar eru góða og þær eru raunverulega líka. Já, það er ekkert í heiminum sem ég er hræddari við heldur svona sterkar konur í happy hour sko. Nei. Því að bollum 5 manna draumalið og 92 árgangum úr Laugardal. Það er svoleiðis! Þetta er stjórnulagur frá einhverjum Ævar Hrafn Ingólfsson og ég veit að hann er komin í rauðvinni. Þetta eru eintómið þróttarar, Hjörvar, sem þetta var gott investment hjá mér að ég er að koma fullt af pening hérna inn. Ég er komið gín, ég er að komið subscriber hvað tísast. Þú var bóla eftir. Þetta er húið, þú mátt velja. Dr. Fútból X þróttur, er það eitthvað? Það gæti verið eitthvað. Við erum að biðja faglegri umfjöllunum okkar menn. 1-1 búið sjá Bundesliguna og kannski við bara fáum þetta skjáin líka hjá bara okkur. Bayern vinnur Holstein Kiel 4-3. 4-3 maður. Það er svona tæpar en maður hefði haldið. Getið ítt á leikinu og séð hverju skoruð mörkin hana. Maður tengir alltaf Kiel við handbolta. Svona eini handbolta. Akkurat. Það voru 4-0 yfir, Harry Kane. Þetta var eintalega í lokamyndum fyrirháleiks og svo strax í seinni háleik. Svo slakaði aðeins á eftir 4-0 og svona skorlínan, hún eða semst úrslitin þetta. Herri, fyrir tilbaka aftur. Ég er að fá símtal. Já. Sæll frændi. Akkurat. Ég kem með hana. Ég á að spyrja doktorinn. Ég er einhver meira uppi árið 2024 heldur en Naflin og Hannes Holmsteinn. 25 mennur? Já, nei, við erum að tala um 24, það ár. Sko, náttúrulega ég skal viðurkenna að mér finnst hann vera að lifa sínu besta lífi hann Hannes. Mér hlýnar hjartarættir að fylgjast með þessu æventýri. Já, þetta er ákveðið æventýri, ég get alveg sett þér það.
Og nafnið náttúrulega, sko, já. ég er búinn að segja við þegar ég sendi það nú bara á því í engaskilabúðum. Já. Það var þitt ár. Þú ert minn maður. Þetta er frábært ár hjá hún. Nei, þetta eru tveir menn sem eru algjörlega blómstra á svona mismunandi vett. Mjög mismunandi. Það er alveg. En fjölbreytileikin er fallegur. Heldur betur Bjarki Fannar með geðveika sí. Er þetta Arnór Sveinsson sjálfur eða? Nei, getur ekki verið. Nú, maður sjá, þú hljómar eins og Þorsteinn Backmann, segir einhver. Segir Hans Hólm, ætla þetta að segja Hannes Hólmsteinn? Hans Hólm. Já, nei, ég segi svo. Mér finnst það ólíklegt sko, en það er nú hrós, Þorsteinn með fallega rödd. Já, einmitt. Mark. Ousmane Dembele er búinn að koma Paris Saint-Germain í 1-0 í Fraklandi. Svo sem engin leiður. Virkar Doc kóðinn á Dominus ennþá? Já. Grimsby 2-0, okkar maður á vellinum, hann rána með það. Ég nota dokkóðan þannig, ég prófa hann alltaf allstaðar, þú veist, saman hver ég er. Virkar hann ekki hérna? Bara. Já. Sýslumanninum. Hann ekki á sýslumanninum. 2-1 af vegabrifi. Ef nota kóðan Doc. Ég segi alltaf Dokk hafi sett mig og það virkar hér og þar. Heldur betur. Til dæmis Wallis fyrir vestan, Bólungavík. Já. Þar virkar dokkóðan. Við erum enn eitt menn út af hérna Kostakaffinu. Já, sorry. En hann virkar samt það líka. En það er bara, þú veist, þrátt fyrir enga samninga, sko. Nei. Þvert á fyrirtæki. En Bolli, Já. við erum horfa hérna á stöðuna á Footmob, sjáum við þetta hérna, Ásburg 1-1, Glatað KS, en ég ætla að bjóða þér í partí í stæðin, ég ætla að bæta þér upp fyrir það, og Hákon líka. Aha. Það er Super Bowl partí á Nínu. What? Og ég ætla að bjóða ykkur báð, kíkið í síman ykkar, farið í síman ykkar, þetta verður rugglaðasta partí sem þið mun æfinni fara í. Takk. Ég ætla að bjóða ykkur. Ég vil hafa mína menn þarna. Við erum uppi, maður. Bolli, sko, ég er búinn að þekkja Bolla bara mjög lengi. Bolli er búinn að vera vinnuleiki og Hákon, nýjasti vinnu minn. Ég vil hafa þessa menn í partíinu. Já. Djúvel er þetta stórt. Hvað erum við að tala um? Það er blauðbólakeppni. Það er blauðbólakeppni, það er bara bjórinn, hann rennur bara eins og vatn. Verður Big Sexy og það verða vangir þarna, nei, Big Sexy, það verður ekki þarna. Og hérna, blöðarinn verður þarna, gilsarinn verður þarna, þetta er svona A-list. Verður blöð? Já, A-list menn verða þarna. En ég sko málið er að ef ég mæti, þá veist mér líklegt að blöð mæti ekki. Nei, þú mátt ekki bökan. Já, þú mátt ekki bökan. Við gætum mögulega þurft að setja hann yfir hæðina. Ég geti mögulega þetta Binna Barkar, hann er nú A-list í þessum hópum. Já, það var í hérna stórt að fá hann. Og Ritz. Blackpool. Já, flott Blackpool og minkamuninn. En hver er svona, hörru, nú er ég að spyrja. Stöngin, fyllt. Hvernig fór hann að þessu drengurinn, maður? Vá. Þetta er bara eins og að skora mark. Ég fagna þessi eða meir en mörgum. Já, þetta er götu verið. Þetta er rosa. Fílingum meistari. Sko, ok, þú veist, þegar þú veist að þú ert orðið meistari þegar svona gerist. Já. Það er kannski Þetta er svolítið þannig. Deildin er búinn. Hún kláraðist hérna á 70 myndur. Allur skítur flýtur í velgengni. Þetta er svakrætt. Takk það eins. Já. Herðu. Gulli P. Gulli P. Má sjá, þetta er Dogsson föstudaginn 28. feb þegar Champions League í hestaíþróttum fer fram. Já. Já, og það verður keppt í 5 gangi. Herðu, hugsið alla gangtegundir íslenska. Já, strákar, segir mér aðeins, við verum að höldum að það er þetta komið með þess að sjónvarstöðum hestana. Komin á hérna afruglaran, Eiðfaxi. Já. Og hérna, það er bara stillimyndið þá, maður er svona býttur eitthvað gerist þarna. Og einhvern veginn, ég vakna á hverju mótni og býð alltaf eftir að komið eitthvað annað en stillimynd. Og ég býð ennþá. Já, þú býðir ennþá. Ég var að veislustýra hjá hérna, Þorrablóti Sörla. Það var svona old school hestafólk sko. Já, það er hljómar eins og eitthvað sem hefur verið svolítið ógæslegt. Þurftur að skrifa undir eitthvað svona samning, allt sem gerist ég mátti ekki hérna segja frá og okkur svona. Ég skriði ekki undir þetta, þau bara tókum upp í vegg og sögðu þú heldur kjafti. Já, stundum verður samningar, stundum verður þetta gert. Svona bankuð aðeins í því, þetta náttúrulega gengur ekki. Líkamlegir samningar, þeir eru svona vannið fyrirbæri. Já, þeir eru miklu öflugri. En málið er að það er allir hættir að beita
bollaofbeldi og fara bara í andlega ofbeldi. Já. Það er einhvern veginn svona, það er ekki hægt að berja hann lengur. En málið að það eina ofbeldi sem virkar á mig, það Ég hið er andlega. að segja það, þú veist, það er ekki hægt að lemja þig, það er einhvern veginn, þú veist, það er ekki hægt. Nei, En það fyndu hérna trísin. Já, þetta er Þetta er eina sko málið ég er að koma rosa ítlöndu jólum. Þessi er þykkur. Hvað það gerir með kaffi? Þú að finna. Ég næ ekki utan mann. Strjúka bollanum aðeins? Já, ég næ ekki, sjáðu hérna, ég er að reyna að taka hendurinn utan mann, ég næ ekki utan mann. Þetta eru amerískar hendur. En af hverju með kaffi Út í ég heiti Bolli. Ég var einn svona að vinna við það að ringja í hestaáhuga fólk og selja þeim hestablaðið Sei. Það er svona, það var mjög skemmtilegt starf. Hvernig gekk svo sölumennska fyrir sig? Já, það bara keypti allir blaðið. Förum aðeins hérna aðeins yfir stöðuna af mekanisman. Það var rosaleg chaos eftir þú fóst. Ræðum aðeins hérna hennar 5-gang. Já. Það er stökk. Það er tölt. Já, töltið. Sem náttúrulega gerir íslenska hestin í Instagram. Það er uppáhalds. Það er ekki brokkið. Það er stökkið, það er brokkið. Já. Svo vantar þetta 5. Já. Hugsið þetta aðeins. Já. Er það ekki spretturinn? Það er spretturinn. Er það rétt hjá mér það? Ég veit það ekki. Ég er búinn að vera að hitta á eiginlega allt sko, ég var með Malmö og það er ekki hérna trýtlið, það er ekki það. Nei. Brokk, stökk. En það er, sko, það sem gerir íslenska hestin á Instagram er töltið. Heyrðu, talandu Zagreb, við vorum að borða á hérna í kjallari, ég var að fá með vínasnitsel og þar hittum við mann sem hérna átti íslenskan hest. Íslenska hesturinn er stóri Króti. Já, hann lítið að vera ríkur, sá maður. Já, hann var ríkur, hann átti staðinn. Hann átti staðinn. Herri, hérna, Hann átti staðinn. Sko, hver er leiðilegst staður sem þú komið á utan Íslands? Haugesund. Góð spurning. Haugesund. Ég var að vinna í mánuð á olíuborpalli í Haugesund. Já. Og það var hérna, ég var bæði tekinn á Fíknó. Ég var tekinn á Fíknó. Bara þau horfðu á mig og bara, þú veist, já. Og tókum upp í vegg og leitaði á mér og svo voru bankastarfsmenn leiðileg og þetta var mjög vondur staður, Haugesund. Og hérna, og við sjáum hvernig hann fór með okkar mann Óskar, þannig að hérna... Já, hann var gott að hann kom staðinn í burtu. Já, mjög gott. Það er leiðilegsti staður sem ég Það er leiðilegst staður sem þú... Sko, við vorum að tala um Budapest aðan. Ég sko, hérna, ég held ég hafi bara verið með ómikla væntingar. Það voru allir búin að segja bara, þetta er svo geggjuborg og svona, þú veist, svona, aðeins væntingarna voru komnar of hátt, held ég, sko. Og svo var hún smá vonbrigði, sko. En, þú veist, það var bara einn ferð og ég meina, svo kannski fer ég setna til Budapest og þá... En varst ekki þetta að fara í böðinn og þetta allt? Nei, ég tók ekki böðinn, sko. Sala með boltin út að kanti. Þetta er mark. Sala. Sá besti! Ríkidíkiding, tjú, sjá hana gæði. Og líka, nú getur varherbyggið, það getur bara farið í pásu. Þegar hann fekk bara boltan, skilur, það var ekki séns að finna neitt. Tjú veit hann á góðum. Það er góð spurningana. Er Hjör komin á Ozempic? Nei, alls ekki. Það er ekki bara að gerast. Herðu, það er svo, sko, þeir sem út af það er nokkuð... Höldum topiki. Já, sorry. Þú varst með Budapest leiðilega staðurinn. Smóvill Sala, búinn að koma að Liverpool í 2-0 glæsett mark þar sem hann kurlar hann í fjærhotnið og þetta var að líta mjög vel út fyrir Liverpool. Engin ránstað, ekkert til varherbergi að gera. Lúis Díaz með boltan út á vinstri væng, færa hann inn til miðju á Dominic, nei, er þetta ekki Curtis Jones? Curtis Jones. Já, og Sala bara afgreiðir hann smekklega í netið. Halló. Þannig að það er Budapest. Hvað ert þú með hérna? Hvað er leiðilegst staður? Tampere í Finnlandi er ömulegasti staður sem ég hef farið á. Og hvað varst að gera þar? Ég var á elta landslið, það var hérna Ísland-Finnland, það er mögulega að spila líka inn í að við töpum þessu leik, þetta var hérna í undankeppni fyrir HM. Já, ég man eftir þessu. Þetta er að Rúrik fær rautt. Við töpum 1-0. Já, töpum 1-0 og, veist, einmitt, ég var elta körbóltalandslið, sko, Helsinki-Finnlandi er minn staður, ágóðastaður. Fórum hann yfir og því landsleikurinn spilaði Tampere í Finnlandi og það var einn ömurlegu staður. Sko. Og, nei, en ég ætla að Nei, ég var að fatta núna, það er ekki lélegasta staður sem ég fór á. París er ömurlegasta borg sem ég nokkuð tíma að fara. Vallega það. Nei, París er ömurleg borg. Best að gíða sér áttir í París. Já, sko, ég á eina af mínum bestu stundum í París þegar Ísland vann Austurríki og gerði þau miklu mistök. Ég var í einhverja 3 daga í París eftir leikinn. Varstu einn? Áttur að fara að koma beint til Nýs. Já, ég veit það, ég átti að koma beint til Nýs. Sko, París er eitt leiðilegasti staður. Fór á Mona Lisa safnið ömurlegt, fór að hoppa on og off bussin ömurlegt. París er slagasta borg. En varst ekki að borða matinn eða? Jú, hann er alveg vondur líka. Helga spyr hvernig fyrstu Jón Arne Riise í settið og hann er gjaldrúta, þannig að hann veit. Herðu, sko þetta er nú bara það fallegast og svo oftast er þetta Kurt Nielsen eða eitthvað svona skýru. Jón Arne Riise, það er maður í standi, ég segi bara takk. Ég segi líka takk. Konur elska mig, takk Helga. Sko, mér hefur verið tíðrætt í þáttunum staðinn Hamar í Nóri. Það er hræðilegu staður. En ég gleymi ekki, ég var að labba þarna aðalgötunni í Hamri og ég bara, djúvöldlega leiðir hérna. Og svo bara McDonald's í Hamar og ég bara,
fór það á hverjum degi, þú veist svo ofta að fara út að vinnu og ég fór alla daga, bara þetta var alltaf hápunktur á deginu, ég hugsa, á ég að fara á McDonald's í hátinn í dag, ég fer bara í hátinn og í kvöld. Og hvað varst að taka? Já, 3 ásborgara. Þú tókst bara Morgan Spurlock Super Size Me kúrin. Já, mér leið bara fínt. Er það ekki? Jú. En sko, svo er svona bær sem veit ekki alveg hvað hann er, ég veit ekki svo hvort ég sé ósangjant, en Strasbourg er ekki franskur bær og ekki þýskur heldur. Nei, hann er landamærabær og hann veit ekki hvað hann á að vera. Hann er svona staður í smá vesinn. Milliskips og bryggju. Hvað er leiðileg staður sem hún komur úr Íslandi? Þegar fólk er nú viðkvæmt að segja að bærinn er leiðilur. Veistu hvað, mér fannst ekki gaman í Vík í Mýrdal af því að ég hitt engan Íslendingar. Já, ég er gaman að finnst það. Mér finnst það fallegur sko. Mjög falleg. En ég er sammála, það var bara einhvern veginn svona já, þetta var upplifun. Já, ég get ekki þetta var eiginlega svo að koma til útlanda eða þú veist. Já, ég var ekki á Íslandi. Nei. En það er svona brugg hamborgarastæðar einhvern veginn, við döldum það lengri, já, og góð bjór og hótelið er gott, en ég átti mjög góðar stundir hérna. Ok, já, það er... Og svo er náttúrulega náttúrulega falleg. Leiðilegasti staður á Íslandi. Það er nú bara eitthvað útkverð í Árbærin, finnst mér helviti leiðileg, ef ég var alveg hreinskilinn. Mér finnst vont að keyra í gegnum Árbærin. Mér finnst alltaf gaman að koma í Árbærin. Er það? Já, mér finnst það því að ég á svo góða minningar tengda sundlauginni. Sundlaugin var alltaf, það var svona gerlustæður 90s. Ég er að tala sko hverfið frá Skalla og gatan að áðunum beigir niður að vellinum. Hraunbærin, hann hryllir mig. Herri, við þurfum að senda naflan á tískuvíkuna í París í samanlega. Ævari þar, allir að leggjast á bæn fyrir Ipswich. Já, við gerum það. Við setjum hlýjaströmmangar. Ég er þá 1-1 á Ipswich. Við erum með jafngildi og gildir veðmál. Jafntefli. Flott. Jafntefli og gildir veðmál. Við vorum séðir þar. Ég það marg frá Núkastúl. Og er ekki 1-1 hjá völunum? Jú. Það er rosa. Já, það var mikið leiðir. Hvað er 90. þar? Er þið farið beint í vítóa? Nei, þetta er bara deildabika, það var játtölu. 86. Það var flott. Nei, það er ekkert komið þó. En Hjör var náttúrulega með eitthvað svaka sigur hjá Káa þar, þannig að... Já, þú varst með... Þetta er ekki hans dagur? Nei, hann var heitur síðustu helgi, en hann er ekki að tengja saman. Var Keli í alvörinu, var hann svona dramatískur yfir að þetta var alltaf lendið á þér en ekki á honum? Það sauði á honum. Það er yllilegt. Fulham 2! Ég fatt ekki. Herru, ég vil nú ekki, sko ég vil menna að ég hef sagt nú hérna í byrjun þáttar að Fulham. Þú ert að negla maður, það sé margt. Ég var með heimasígur þannig. Þú voru bara að fá mig aftur ef þú vilt græða einhvern penning, sko. Þetta er rosalega, sko. Hag-Tua Hákon er að hitta á þetta. Hag-Tua Hákon, já. Er ekki Múnis með markið, Brasilíumaðurinn, ungi. Já, þetta er, sjáum þetta, er eitthvað fyrir varherbyggi þarna? Ég er að fá bæði skilabóði Símon og á skjáin að menn er að biðja röddin er góð, Hákon. Röddin er góða, já, er það ekki? Hvernig er svona Liverpool-leikurinn? Hvernig er hann að fara í þig? Hvernig er þetta búið að vera? Já, hann er að fá ágætt í mig, sko. Það byrjaði svona stál í stál, heldur leikur áfram, Kóti Gagba ágætt, sko, þess að kepa við svona fínt, sko. Svo var stúkun úr að tala að það var ekki stemning, en ég er þetta ósamanlega með það. Mér finnst alltaf gaman, sko, góð stemning, þannig að Bormálvöldun heitir ekki Vitality Stadium, ég held að menn er að klappa svolítið mikið við spjöldum og svona, ég fíla það hljóð, maður heyrir það ekki á öðrum öllum í deildinni, sko. Þannig ég er helviti ánægð með hvernig leikurinn hefur spilast auðvitað við fengið þessu 2 mörk en Bournemouth hörku fínt lið og þeir hafa sýnt að þeir hafa spilað ótrúlega fótbolta, þeir hafa verið frábærir síðustu leiki og ég held að enginn hafi búist við því. Mér finnst Bournemouth skemmtilegur klúbbur, ég held að það séu huggulega konur í Bournemouth, ég hef aldrei farið þangað reyndar en ég væri til að heimsækja það staðinn daginn, sko. Eitthvað svona. Það er með öndurna, þetta er náttúrulega út allir tíma. Hérna. Þetta er faglært. Birmingham var að komast yfir. Já. Það er glæsilegt. Það er glæsilegt. Heldur betur. Hvað segirðu? Hvernig er með Willum og hérna Hvernig er með Willum og Alfons Samstedt í Birmingham? Eru þeir alveg utan hóps núna eða hvað? Getur þú svarað með það? Er Alfons Samstedt hann að spila í dag fyrir Birmingham? Ég hef hitt hennar gæða, sko. Ég hef hitt nákvæmlega. Ég líka. Þú verður alltaf að hitta alla gæða. Ég hitti þennan gæja í Budapest. Á, auðvitað. Ég hitt hann í Budapest og það er engin lygi.
og ég hugsaði með mér, ég held ég geti talað alveg eins og hann. Já, þetta er gott maður, jú, þetta er gott. En Hjör, hvaða eftirherma átt þú? Þú hefur nú tikkað það nokkrar. Ég á það nokkra, jú, ég er búin að kólna, það var maður hérna sem að var með Sundi í gamla daga. Hann Guðmundur Harðarsson. Munið eftir honum? Nei, ekki svo gott. Nei, hann er bara veitsinni, hann er minn besti, Já. Þú er mjög unga menn í setti. Já, hann var á fjórðubrautinni síðan Emil von Hogan sem að á háskólametið í Ástralíu þegar hún synti á 1:31:22. Nú hlýðin á henni er suðurkóreska stúlkan Vin Kong Jung sem að setti nýtt Asíumet í 50 bringu og hann er eins og sterkust í 25 metra lög. Hann var alltaf með alltaf sundið og ég var bara Guðmundur Þór Harðarsson og það fannst þetta öllum fyndið og þá hætti ég að reyna að vera einhver aðrir og svo lenti þessu að ég kynnti Sólahól og þá var maður bara rétt fram hjá Bournemouth Tók hann upp í vegg eins og gerðum við það? Nei, ég bara áttaði mér að hann var miklu betri eitt af því sem að Sóli gerir fáránlega vel en hann varði eitthvað lítill í sér eftir að Ari Eldjátt fór að gera ég veit það er Bubbi Mortis hann á trilltan Bubba hann með svona rólegan Bubba alveg rosalega rólegan hann var þarna þegar Bubbi var með útastáttin það var sá Bubbi sem hann var góð Mark hvað er Mark? Blackpool að jafna, yes Þú vil það er góður leikur Hvernig er staðan í deildabikkarnum, Íslandi? 1-1 en þá, 90. Já, Guðmundur menn, það er enginn í tjattinu sem mann eftir Guðmundi en hann var svona hann var mikið í metunum, það voru allir á línunni með eitthvað met eitthvað háskólamet, landsmet, álfumet hann var ótrúlega góður í þessu og ég held að hann hafa átt líka spýt og umbúð þannig að hann var svona virkilega trúverður sundlýsir þú veist, hann átti umbúð þannig að maður bara alltaf verðingu fyrir honum við erum komnir í loka 10 mínútur í öllum leikjum í enska boltanum. París er að vinna, Bayern unnu svona margt eftir bókinni, Liverpool að vinna hörku sigur hér í dag á móti Bournemouth. Þetta var ekki auðvelt verkefni og þeir hafa skotið í stöng og alls konar Bournemouth menn. Meistaraefni. Já, það er einhver lukka yfir þessu öllu saman. Hér koma Bournemouth mennur að sækja en ekkit verður úr þessu. Má sjá fyrir maður þessi tjattið, hvernig eru seðlarnir að fara ekki alveg nógu vel nema Hákon er heitur. Ég er heitur, ég þarf reyndar, þetta er svona, þú veist, ég þarf mark frá Bournemouth sko. Já, 2-1, já, þú tekur því. Já, ég tek því. Fucking hell. Southampton konur yfir. Sá litli lélegi seðill hjá mér. Já, þetta er ekki gott. Anskotin. Það er andi í Southampton, sjá andan. Þeir eru búin að vera að skora svolítið síðustu leikjum. Já, ég meina, ég sá á móti United, ég var bara einmitt ára, ég sagði, þetta getur ekki verið lélegasta liðið til. Þetta er bara fínt lið. Hvernig eru hotnin í, er Liverpool komið fleiri hotn? Ég orðið lítið var við hotni á Liverpool. Já, ég líka. 3-3. Ok, hvernig stendur þá bildurinn? Er hann ennþá inn á, sem Hjörvar með á guld? Milos? Ennþá inn á? Erik Þorstinsson segir, hann er alveg upp í Hamar og hann er sammála mér, það er bara gaman. Manst eftir McDonaldsum, Erik, í Hamar, þú veist, það var ótrúlega að við hefum ekki histar. Já, það var fyllt þarna eftir og þeir komast yfir hver er þetta sem skoraði fyrir Southampton, stóri maðurinn, og Nucci, þannig að og hann Klauvert, er hann ekki búin að setja eitt skotamark, hann lítur að Jú, það var hann sem setja hann yfir, ekki á markið. Nei. Hann hitt ekki markið. Hann hitt ekki markið, ótrúlegt. Það var ótrúlegt, já, saman að því. Kóngurinn á Stöðu Sport, Stefán Snær Geirmundsson, hann er að horfa og hann er með það rosalegt setup að það er eiginlega ólöglegt. Það er bara ekki hægt að sína, það er svalt. Ok. Producentinn Geðugi. Já, það er snillíkur. Það er kóngur. Það er einn af þessum kóngum í bransanum. Já, þetta er hrikalegt. Ipswich er að tapa. Það kemur óvart. Herru, nei, McDonalds er farinn úr Hamri. Þannig að það er ekkert að Þá ferð þú væntanlega ekki aftur. Þá fer ég Nei, þú varst ekki að skoða það, planaður að ferða það er bara búið. Áttu ykkur aðra lélega borg sem þú farið í? Já, ég var að segja Strasbourg var, já, París, mér finnst það mjög skrítið pikkjaður. Nei, maður verður bara að vera virðingu. Ég er búin að vera harður á þessi í mörg ár, ég raunir bara frá því ég kom heim frá París. Mér finnst þetta mjög merkileg borg, út af svona, og út frá byggingum og öðru slíku.
Eru þeir með eitthvað flottari byggingar en einhvern önnur? Já. Hvaða byggingar eru það? Eða fullturðin? Já, ég skal bara fara með þannum. Já, við erum bara brósar í pullinu. Í París, já. Shit, það Er þetta ekki ágætis Það er eitthvað, við þurfum eitthvað að skoða þetta. Þetta er Við nefnilega, bóndadagsgjöfina Já. að bjóða nafnarnar til Parísar. Jó. þetta er, Það væri og mjög ég er gaman. ekkert að grínast með þetta heldur, sko. Mér hef aldrei leiðist jafn mikið í útlöndum og í París. Já, það er... Geðislega Ég leiðist. er bara sé eftir, það er 6-0 Leeds. Já. 6-0 Leeds. 6-0. Þeir eru að fara upp, það hlýtur nú að vera. Já, það er Mo Salah fær heiðuskiptingu, hann er á þrennunni en er farin út af völurarnir, manni, fleiri. Já, við vorum búin að koma inn á það, fengum símtal þess eðlis. Getur nafnið farið yfir það hvernig hann fekk start í þessari fjölmiðla yfirtöku? Hvernig er þetta? Já. Hvernig byrjaður? Ég byrjaði hérna, rétt fyrir hérna, byrjaði í byrjun árs 2020 og hérna þá er þannig að bara setja ykkur auðlýsing á alfred.is eitthvað, vantar hérna penna fyrir hérna handboltan eða eitthvað svolítið og ég fyrir bara okkur fund hjá Eika og svona fullt á öðru liði þarna og síðan sendi hann okkur pröfu og svona dótt og síðan einhvern veginn er maður, já, kemur þar inn í lúpuna þarna, byrja að taka viðtöl fyrir Vísi og Stöðu Sport og skrifa á þetta og síðan bara einhvern veginn svona, veist, þegar maður fer að kynnast þessu fólki sem vinnur þarna, þá svona kannski fara verkefninu að fjölga og síðan erum við hér, sko. Já, þetta er gaman að fylgjast með þessu upprýsi. Já, Helga Lind spyr hvenær kemur Doc merch fyrir konurnar. Ég held að Doc nærbuxurnar séu alveg fínar fyrir konur líka. Held ég. Já, Ég held það. boxers. Já, nærbuxurnar. Briefs. Já, emmitt. Já, ég held að það séu alveg hrypnar. Ég verð að fá að skoða þetta hjá þér, þessar vörur, sko. Já, þú voru að fá að skoða þetta allt saman. Flottar. Gætirðu farið í leggingslegginn, Hjörvar? Doc Já, Doc leggings. Eða svona jókabuxur? En myndi Doc gefa út, sko, kvenmanns nærböksur, exclusive, Já, ég var til í það. limited edition? Væri ekki Limited frekar edition, já. góður haldari? Já, góður Doc haldari? Já, bara svona set. Já, Já, einmitt. sett, sko. Set, já. Gott það er- set. það er góð pæling að hendi set. Og sundból. Það væri stuðningur í því setti. Hafið séð hérna krakkar í dag þegar eru þreyja á sunnudögum og svona, eða þunni eða eitthvað, þá faraði svona eitthvað galla, svona kósi galla. Já, Já, svona þörri. já, fór ekki já, íþróttafélagin eitthvað að gefa Ég var eitthvað svona svona? að pæla í þessu. Emmitt, já. Krakkarnir fíla þetta. Já, við erum að halda einhverju standard samt. Manst eftir tímabilina það sem að úlingarnir, því maður er nú alltaf smeyku úlinga. Já, mjög ok. Alltaf, þú veist, maður er alltaf á Varbergi. Já, Ég meina sérstaklega í dag. en þau eru líka bara alltaf í vinningstuðu gagnvart manni. Já, en hérna, þau voru alltaf í náttbuxum hérna fyrir nokkrum árum síðan. Joe Boxer. Af því að ég var hérna 2015 var ég mikið að fara í hérna Hagkaup-skeifunni Akkurat. og svona var ekkert í neinni fastri vinnu og oft byrjaðu dagarnir seint þannig að það þurfti að fara og ég var alltaf ákveður þessu krakkar alltaf í náttbuxum. Já, og sko aðeins og síðum, þannig að svona blöytur og rifnar að neðan og í sníkis við. Já, blöytar, hérna, Já, skálmandar. þetta var mjög skrítið. Þetta er mjög vond. Það var sérstakt. Það sést eitthvað tími. Herðu, byrju, það er eitthvað að gerast á Akureyri. Það er eitthvað að gerast á Akureyri. Hvað gerðist? Hvað gerast á Akureyri? Nei, byrju. Ég er komin í eitthvað indie pop hérna eitthvað, má ég sjá. Vá, hvað, byrju. Þetta er rillilegt. Hvað gerist? Nú er Jón stressaður, eru veðmáli? Má ég sjá. Hér. Er jafnteflið Það er game over. Game over. 1-1. Game over. Það er rosa. Það er búið! Þetta er búið. 1-1. Ég er alltaf að fá þetta aðeins undan í eira. Hvað er í gangi? Getur Káa ekki með völsung? Ekki þessu leik, völuðum bara betri við eitthvað er. Já, hérna. Það er alveg tíndi. Það er þig. Já. Herru, ég er að fá ringingu. Nú, takk. Sælfrændi. Já. Og ég skýti að. Hjörvar, vera Loris Karius í úrslitaleiknum fræga eða vera skólastjóri í Borgarlandsskóla og fá símtalið frá Ingu Sæland? Ég hef alltaf tekið frekar símtalið. Já. Það er svolítið. Ég hef bara haft gaman að þessu. Já. Mér finnst rosa, þú veist, er þetta ekki stormur í vasklasi eða? Er hún ekki bara aðeins að... Mér finnst það fáránlegt. Já. Svona ef ég bara verið alvöru gefin í smá stund. Já, ég meina þú segir það, sko. við sem erum nú unnið í þessum geira þetta er... Þú ert í umrunum á bransanum. Já, Þú myndir ekki vilja fá svona sín. Nei. Herðu, Heiður Austmanni með barn... Hjá mér? Já. Ekki á minni deild en á mínu leikskóla. Hann tala fallið um þig. Já, ánægði með hann. Býr líka hleinumur, eða réttumur. Stöngin bóð. Herðu, byrju, hann stekkur yfir hann.
Jesus. Þetta er ótrúlegt, það er eins og Skítur í veginn, það er eins og við séum með Jesú í liði. Það er svoleiðis. Við erum með stóramannin með okkur í liði. Við erum náttúrulega bara við með Alisson för minni og varna, við vorum að halda messu, við vorum að skýra menn í sundlugum. Hann er með okkur í liði. Þetta er ekki eitthvað Garnaccio dæmi, sko, þú veist, það sem Jesú er löngu búin að yfirgefa nokkra menn þar, sko. Því miður. Hjör sér fært að mæta upp á svið 31. maí, já, það er þarna tónleikarnir hjá auðvitað á þeim, já. Já, ég á með það. Sjáum til, já. Ég er að fara. Það eru Messages-klubbar að koma. Myndir þú stíga á sviði á fjölum leikhúsana? Já, það inni. Þú átt það inni? Ég var aldrei farið í improv, tekið monolog þar. Heyrðu, veistu hvað, einhvern tíma var ég látin segja fyrstu línurnar, einhvern veginn, og svo fór sýningin út frá því. Já. Ég get það líka. Það var Joey sem fekk mig í það. En það var smá vesen á mér, ég var búin að segja já og ég gat svo ekki fyllt sýningun eftir og horft á þetta. Af því ég hafði komið að einhvern veginn á. En það er líka, það er töff. Bara koma og fara. Já, ég gerði það líka. Nú, er Alli Jó mest spennandi íslenski þjálfarinn sem við eigum? Hver er það? Er Alli Jó, alltaf ekki, það er hérna Alli Jó, er það ekki þjálfari Völsungs? Það hlýtur að vera. Þeir fá ekki Óla Neuer aftur núna. Er það ekki? Nei, viljum við ekki halda honum, við ekki hafa tvo hérna góða. Það er mark. Everton Spirit of the Blues. Spirit of the Blues, bara David Moyes að breyta öllu. Endaya. Já. Hákon, sælir. Þetta er bara... Agalegt þú sért að fara í síni kvöld, annars væri við bara að fara að fylla. Þetta er góðu dagur. Já, hann er hann. Já, með þennan sem markaskorara. Rennur svo dag, já, Arnar Sveinn er að fara að koma fljótlega í Doxon. Það er alveg á hreinu. Þú talaði nú ekki fallum hann í rúf. Nei, hann var bara spurði, ég nefndi ekki að koma með eitthvað svona, ég get nú ekki sværið þessu. Nei, ég veit það. Nei, þú segir bara, hver er maðurinn til þess að taka svona dóti? Arnar Sveinn. Hann er harður. Hann er harður og er náttúrulega í grunni leiðilegur þó hann sé búin að þjálfa sig upp í annað. Hann er bara frábær náungi. Já, ég er að segja það. Leeds 7-0. 7-0. Vá. Þeir eru Dóri Gylfi ekki í Leeds. Eitt af því sem er frábært við Arnar Sveinn, hann er tilbúin að taka slægi. Ég veit. Og hann er svona, þú veist, þegar þú ert rauðharður, það er búið að bögga alla djöfusæfi og þeir væla aldrei. Þeir vælið aldrei. Við veljum ekki neitt. Sá gæði sem er hvað ljótastu við mig í fótbolta, það er Arnar Sveinn. Við fáum rautt spjald, þetta er í Eigisvöllinni. Ég er settur í markið. Ég var yngstur. Og hann kemur til mín, hann einn í gegn, klúðrar og ég fer eitthvað í andlita á honum og hann segir hann við mig, farið í megrun. Hann var helviti ljótt. Það er ótrúlega ljótt og ég var líka ekki það þykkur þá, sko. Hvað myndi segja við mig í dag? Ég var nú hérna... Við séum vídeo af því. Eigum við það til? Nei, þetta er valsarðar að horfa, Kristoffer Eikóks og Kristinn Pálsson og félagar og fylgist þið með bólnum sem Kristinn Pálsson er í landslísmaður í körfbolta. Hjörvar, orða þetta. Wow. Yes sir. Wow, nafla bólur. Taivo Badmus, Joshua Jefferson. Jú, þetta er þetta flott. Þetta er rosa. Já, þetta er sennilega Garðabænum heima á Kristoffer Eikóks. Þetta býr hann í Garðabæ. Já, talandi bæið sem maður vill ekki fara í Íslandi. Þá hringir síminn. Arnar, ég er hérna með bolla hérna hjá mér, hérna grínara. Bolla má, konginn. Hann var að segja mér að þú hefði verið í marki og þú hefði klúrað einhverju döðafæri og hann hefði aðeins farið í þig og þú hefði sagt við hann farið í megrun. Það var í Eigisvöllinni. Er þetta rétt? Í Eigisvöllinni? Þetta er náttúrulega djúvist bull hjá það. Heyrðu Arnar, þetta er bara ekkert bull. Þetta er ekki bull. Bolli, er það að menna þetta? Ég fór yfir þetta með þér í skuggakörun einhvern veginn þegar ég var að horfa á leik heim með þér. Þú veist að þetta talsast alvar það kvöld, en já, þetta er staðan, því miður. Já, þetta er rosalega að heyra. Þú gast ekki farið í hárið, sko? Það hefði líka verið sko, steinar og glerhúsið það. Já, og ég var líka ekki orðinn þunnur þá, sko. Ég veit hvert þú færi núna í dag. En bollum minn, þá er ég bara að beða afsökunar á því. Ég sjálfsögðu, og það er ég ándi og skott að heyra því að þetta hafði talsvert mikil áhrif á mig því ég leit upp til því, mér varst þú frekar flott og náðingi. Já, þú segir þetta í þáttíð. Þú leit upp til mér, þetta hvarf allt þar. En svo náttúrulega líka þegar ég fór inn í skona einu sinni, manstu? Já, ég mann því. Þú varst að reiða við mig helviti lengi. Hann er ennþá reiður. Ég heyri
Það eitthvað atriði sem að sem að maður gerir ekki. Arnar, segð okkur hans frá því. Nú veit ég ekki hvert boll að fara með þetta. Hvað gerði kvikindið þarna? Hvenær? Með inniskóna. Hvað gerði hann? Hann fór bara í þá. Inniskóna Arnars. Hvað gerði hann? Bara fór í þá? Ég var heima í honum án þess að hann væri þar. Sýstir þessi vinkona mín sko. Ekki þannig, en þú veist vinkona mín samt og ég mætti heim og sá svo flott inni sko og fór í það og hann fekk mynd senda. Sá að reyður maður. Það er prinsip maður. Það er bara eins og þegar ég mætti hann áðan þessi leikmenn ganga inn, þá var mér sagt að fara úr mínum rándur í 60 skóna skóm og settur í gamla inni sko. Herri, takk hérna fyrir þetta Arnar, þannig að þá er þetta búið. Þetta er bara búið. Þetta er gott. Takk. Ekki vantið. Þetta er ágætað. Má sjá, er hægt að kaupa svona naflaból? Gjöra þessu maður. Er þetta að kaupa svona naflaból? Nei, ég held ekki það er eiginlega bara, ég beini þessu að Kristinn Pálsson, hann fekk þetta í jólagjöf. Já. Og ég veit ekki hvort að Kári Jóns eða eitthvað ekki honum með það. Kristinn Pálsson er eitt besti leikmaðurinn í deildinni, ekki? Heldur betur og í landsliðinu líka, bara einn okkur besti landsliðsmaður og er að fara að koma okkur. Ok, Kristófer Eikóks, það er miði í úrslitaleik á Íslandi. Bara hann er alltaf, ég hef aldrei séð úrslitaseríu á Íslandi þar sem Kristófer Eikóks er ekki. Hann setur lið að herða alltaf. Ef ég myndi byrja með nýtt lið núna, alltaf fyrsta kaupið mín er alltaf Kristófer Eikóks. Hann er líka bara stærsta vörumerki. Já, stærsta vörumerki og bara eitt besti leikmaður. Já, en það er hann taplaus með Val, en þú veist hann er komið tilbaka núna. Valur ekki mun tapa leik. Það voru í alls konar skýt. Sástu hnýðan? Hann var bara komið hnýð eins og ég sko. Svo er bara mættur aftur. Já, og Valur ekki mun tapa leik. En svo þú sagðir eins og í viðtali við Eikóks að hann sér um að gera the rim job. Já, hann er bara sér um the rim job. Hann elskar það. Bara rim jobið er hans job. En eina sem ég ætla að segja við þig, Hjörvar, Callum Lawson er mættur í Keflavík og ekki sofa á þeim. Gamli Valsæði? Já, hann var í Val og hann er búinn að vera með Val, Tindastól, Þólasöfn, Keflavík. Hann er að loka hringnum, hann á óklára verk í Keflavík. Sko, málið er sko að það sem mér fannst merkilegast, sáuð þættina Kaninn á bandaríska menn sem hann komið til Íslands. Já, frábæra þættir. Herðu, skemmtilega þættir. Herðu, þá viðtal við Rondé Robinson. Ég á eftir að segja sögu svona 200 sinnum í Dóttarfútból. Það sem að Rondé Robinson er leikmaður, hann er bara 27 ára gamall. Njarðvík ákvað að fá sig einhvern annan Kana eða eitthvað svona. Og hann er eiginlega atvinnuskall greið og Grindavík reynir að fá hann og þá voru bara einhverju gaurar í Njarðvík hey, þú getur ekki farið í Grindavík man, you bleed green come on, Rondé you bleed green Heyrðu, og það er bara svo ríkt í Kananum að þeir bara, hann hitt einhverja nokkra Njarðvíkinga sem sögum að hey come on man, you bleed green Greið Rondé Robinson sem að greinilega var algjör toppmaður hann ákvaði að taka ekki þessa peninga á Grindavík af því að hann var sammála I bleed green I bleed green maður en hann áðaði dag þannig að það styttist í styttur hann áðaði dag, skilur síðan ertu með mann bara svo Sævar Sævarsson sem fór í Njarðvík bara þegar þetta var besti samningur sem hann hefur tekið ég meina, hann hefur ekki getað neitt ég veit ekki ég meins að gaurarnir í Breiðablik sögðu hann væri lélugur hann var reyndar brjálaður þegar Leifur var hérna hjá okkur í Dóksunum daginn og var að segja að hann hefði verið betri en Sævar það var sauð á Sævar, ég sá hann frá hver er að fara að taka titilin þar? í Körunni? Þetta er Stjarnan, Tindastóll, Valur, Keflavík það sem ég fann skemmtilegast við þess að þætti við fyrir aðeins aftur í Kanan það var þegar Ármann þeir tóku einn byrjuðu og þá þurfti Káur líka að fá eitt Kana það voru 2 á landinu þetta eru góðu tímar sko. Já, heldur betur það eru komin staðfest úrslit held ég bara í alla leikina ef við fá þá upp á skjá það gerist ekkert á lokamyndunum ég skal segja ykkur það Southampton eru búin að vinna sinn annan sigur þeir unnu Ipswich í Austur-Anglíu 2-1 Fulham fóru norður og unnu Newcastle Everton 4-0 sigur á Leicester Liverpool með frábæran 2-0 útisigur ég held þetta sé miklu stærri sigur en þið áttið ykkur ádrengir ég sé alveg fyrir mig að tapa stigum á morgun Herðu, má ég aðeins hérna grípa fram í Þór Bæring Ólafsson var að senda mér reiður hver er staðin í Leyton Orient? Eru þið með það? Leyton Orient, já, þeir eru með hörkulið nú Leyton Orient með hörkulið nú hvað er staðin í Leyton Orient? Þeir eru ekki League One? Jú, þeir eru bara að vinna leiki sko. Töpuðu fyrir Benoni Brega og félögum í Stockport var hann á bekknum hann Benoni eða? Kom ekki ná, sko pæli einu það er 19 ára gamla strák sem búið sko 20 mörk á Íslandi, setja markamett þú veist, myndir ekki bara henda honum inn og spila honum, ég meina, þú fokkin Stockport
Þú veist, við skoðum við bara, heyru, hann heitur inn með hann Já, fyrst þú ert að ná í hann heldur betur Benóni Breki maður það heldur betur maður sjá, nú Sala búin að skora meira en Frank Lampard Patrik Dorgu orðin leikmaður Manchester United Jesus Já, maður einhvern veginn ætlaði ekki að lyfta sér upp í kvöld en það búið að breyta því Já, það búið að breyta því Til hamingju með að vera eina taflusa liðið í Evrópu Já, þakka fyrir það Við tökum þetta mikið stórt leikja 36 liða deild Já, og ég er búin að vera að sjá bara út alla samfélagsmiðla það verið að tala Aura Já, The Invincibles Invincibles Helviti sterkt Var eitthvað bara áður en ég kveð maður sjá ég þarf að koma fleiri konum á tjattið það þurfum fleiri konur miðað við hvað konur málið Hjörvar það ótrúlegt hvernig þú hefur eitthvað neginn haslaði völl í svona hinnu almanna rými ég var að tala ég var með móður minni í gær og systur og bara ég að fara í hann Doxon já Hjörvar Haflega frábær hann mikið skemmtilegur og fyndin og ég bannaði að hlæja allt sem þegar hann var að tala hérna Höllu Tóm þeim varst þetta allt snild þetta ótrúlega þetta var nefnilega ekki þetta var ekki svona þú varst a bad boy en þú ert komin einhvern veginn út í öll heimil landsins út í kosmosin og konur mitt sterkasta vígi mitt líka nei, aldrei Þór nei, og nú leið mér þess að vera komin í þáttu minn þegar það verið að hringin við erum 8 stundu fyrir síman konur elska bollar það bara þannig það kemur óvart ég veit ekki bara en það þetta aura það ekki útlitið, það the aura það bara sama með naflan minn stærsti hópur líka kærustu leikmanna það mínu vagni þetta svo með Leo þegar mætti löðan gæti ekki líka naflin tikkaði eitthvað svona fettis jú, við vorum að tala þetta Sæbrautir á hann líka ég ekki að djóka við vorum að tala naflin væri ég væri svolítið í þessu ef ég væri konur þetta var eitthvað bucket list dæmi eins og bakpoki nei, nú hættur það komið Smálsen það komið Smálsen í gengið nú Rashford búin að segja bless í tjattinu segir Ingimann Elvar hann þó bara á leiðinni til Aston Villa ætla hann gangi ekki bara beint inn í byrjunlið þar eða hvað segir það? Nei, það myndi ég ekki halda ég ekki hrifin af þessu ég frekar vilja hafa hann bara í fyrstu gístinni af hverju ekki hrifin af þessu? Nei, ég fíl ekki bara Rashford bara, Manchester United leik með Rashford sé að fara í Aston Villa senda frekar til Frakklands þetta fínt maður Aston Villa flott klúbur og við M6 þegar þú keirir frá London upp til Manchester eða Liverpool og keirir M6 þá bara Villa Park á leiðin ég man eftir að vera í lestinni ef við förum aðeins í seðlan okkar datt engin mörg góð bett þarna sem duttu hins vegar sem við getum tekið það með okkur á kottan þú varst náttúrulega Hákon alveg óheyrilega óheppinn both teams to score þeir áttu bara að skora þarna Bournemouth-menn tvö dauða færi þarna þegar hann setja hann framhjá opið markið og síðan þarna í teiknum hann undir restina annar dauða færi ég held að Káa væri komin svo miklu lengra í undirbúningi heldur en Völsungur það var einn maður sem sá jafntefli fyrir það Bolli tók 1.75 á Liverpool og svo klikkaði allt hitt maður en ég tók það samt þú eldi mig á jafntefli Hákon með smá specials mörg góð tipp sem að duttu inn hjá Hákoni hins vegar vantaði hestlumunin upp á og naflinn með þetta furðulega Augsburg en ég meina, þú fórst eftir einhverju hjarta sjáðu þetta, það var að segja bollinu með Íslandsmyndi að fömbla berries heyrði ég frá frænda minn og þetta bara rétt hvað áttu marga frændur? Já, helviti marga frændur og svo eru menn að spyrja hvort að ég hef slegið metið við fjölda bauka í Doxon þetta ekki, nei, ekki nála hver á metið? það Tommy Steindós það skepna Tommy Steindós, hann tók svona 18 bjóra og svo bara Kerranheim nei, alls ekki svo fór hann bara að laga rafmagnstöfluna hann bara með full fókus þetta glæsilega það var ekki eitthvað svona mega fókus hæru takk hérna fyrir það getur ekki út rafmagnið býta aðeins fór aðeins í töfluna geggjaður ég er indisluðdrengur ég er svolítið fattaði upp á honum á sínum tíma fattaði upp á honum en allavega það engin eftirspurn eftir Rashford í stóru liðunum vill Óskar Haukur meina en
Já, Viktor segir að Tommy Steindors sé svo best. Já, Tommy náttúrulega bara frábær náungi, hann líka fyndinn og skemmtilegur og I love him. Allir super subscribers, love you. Var þetta bara að koma? Já, þetta var að koma. Við vorum að unlocka þetta. Hákon á geðu þetta fók. Takk fyrir mig. Geðugur búningur, þetta er sem skemmtilegur búningur. Þetta nefnilega Liverpool-treyja, ef fólk var ekki búið að sjá það sko. Þetta svona sérstök útgáfa. Það sem Hjörvar fíla við þessu treyju, það sést lítið í Liverpool. Það sem fallegt við þessa treyju, það sést nánast ekki. Ekki á mynd, svona sko. Já, þetta er flott. Þetta er New Balance, þeir eru leiðin í Adidas núna. Ímir Kolka, takk frá okkur líka og okkar fjölskyldum. Nú, Bolli, það var gaman að fá þig hingað. Uppistandari. Uppistandari. Ekki erfitt að vera uppistandari? Jú, þetta er agalegt. Þetta er hræðilegt. Ég spyr mér alltaf. Af hverju? Af hverju? Sérstaklega bara töff crowd eitthvað. Já. Ert með einhverja geggja brandara en þeir eru ekki að hlæja. Já. Veistu hvað, getur það að gera meitt greiða sem uppistandari? Ekki tala Tenerife. Ég tala ekki Tenerife. Nei, ég veit það. Það er svo margir í því dag. Ég veist ofta eitthvað svona, það verið til tenni? Já. Ég tala bara samskiptikynina. Það er eina sem ég gerir. Það finnst mér alltaf best. Það er alltaf best. Nafli, það eru sumum farin að kalla þig the hardest working man in showbiz sem er rátt, það er ég. Þú ert the second hardest working man in showbiz. Ég tek silfurinu þar fagnandi. Já. Maður ársins 2024. Nei, hann er ekki. Heyrðu, í mínum bókum. Við erum bara að vinna með 25 núna. Er það Gunnar Birgis? Hann þetta kvíslaði að mér á sem steikhúsi hann í Zagreb. Maður ársins. Já, hann er það. Hann er Solsteinn og þú Já, 2025 er okkar ár. Já, þessir herramenn, þeir munum pottjátt mæta aftur Viktor Rúnarsson, engar ágjör af öðru. Takk hérlega fyrir okkur, kæru Dogsson vinir. Frábært að fá að vera með ykkur og eigið frábært lögutaskvöld, verið sæl.